Kristóf, ég ætlaði að byrja á einu hérna í þættinum. Þú varst látið mig fá nafnspjaldið þitt. Já, dálítið old school. Já, en veistu hvernig mér líður núna? Eins og ég þarf að koma með mitt og keppa við þig eins og ég er American Psycho. Manst ekki? Jú, heyrðu. Þú voru með svona flott nafnspjöld og keppast letur og svona. Jú, nákvæmlega. Ég get ekki keppt því, ég er ekki með svona flott nafnspjöld. En þú ert nú búin að vera með þáttnum með 300 plus, þannig þú ert bara að vera stoltur af því og hérna... Gera nafnspjöld? Heyrðu, það var bara ekkert vitlaust. Er það ekki? Sko, það flest allir konum svona stafrænt, eins og því að maður hitti lið út á svona, í þessum alþjóðavettvangi, þú veist, þessum iðnaði, en það er alltaf eins og Japanir, rétt alltaf svona, þú veist, það er svona sérstöku viðhöfna, aðfenda nafnspjöldi, það er bara áþreifanlegra og flottara. Ég er sammála. Vertu bara, gerðu nafnspjöld. Ég er sammála. Ég skal senda það komment. Herðu, ég ætla samt líka að tala það sem stendur á nafnspjöldinu. Já. Alltaf nafnið þitt. Kristóf Vemæjer. Eða þjóðar myndi segja Vemæja. Ég er búin að fá alls konar Vemæja. Allt frá Væma og Vemer. En það er ekki, þóldu fyndist að sko, en það er Vemæjer. Vemæjer. Já, Kristóf Vemæjer. Þú ert hálfur þjóðari og hálfur íslíku. Hálfur þjóðari. Fyrst skipulag íslensku sveigjanleiki. Stoltur af því. Þú ert með best of the best. Ég reynir allavega. Reynir mitt besta. En hérna stendur, sérfræðingur í markas- og kynningamálum. Og áðurinn fyrir að tala bíómyndir og fyrir að nördast aðeins sinna. Því ég veit þetta að nördast alveg helling. Ertu til að segja mínum hlustendum og áhrindum aðeins svona stuttlega frá því hvað þú hefur verið að gera sístu árið? Það er alveg áhugavert. Já, ég hef verið að gera, ég er búin að vera í þessum bransa í 30 ára og ég elska að vera í þessum bransa og ég vona, eins og maður segir á fótboltamála, ég fái þarna seinni hálfleikinn og framlíkinguna og vítaspyrnukeppnina undir lokin. Ég elska að vera í þessu. Foreldrar mér gerðu grín að mér því ég fættist í annan heim fyrir þó nokkrum mánuðum síðan í Þýskalandi. Ég fættist með rosalega stór augu. Leið ég fættist þá sagði mamma, þú veist svona lítið svona í kringum mig, það var eins og voru að leita bara á sjónvarpinu sko. Þannig að ég var strax rosalega einhvern veginn algjörlega smittar af sjónvarpinu og bíómyndum og ég þakka mömmu og pappa fyrir að koma mér inn í hennan heim og ég man alltaf fyrsta myndin sem ég sá í Þýskalandi hét Das flygende Klassenzimmer eða Fljúgandi bekkurinn. Mjög spennandi mynd. Hún var síðan endurgerð. Svo sá ég indíánamynd í 3 hlutum, hét Winnetou. Og það svo fyndi á þessum tíma þá náttúrulega var allt auðvitað döbbað og þessar vestramyndir voru teknar í gömlu Júgoslavíu. Og áður skemmtilegt og þannig ég smitast rosalega snemma að fara bara í bíó, horfa bíó og svo fluttist við til Íslands og þá fór mamma með okkur á myndir, það var alltaf í háskólabíó, það var það sem kallast mánudagsmyndir, þá vorum að horfa myndir með eftir Rainer Werner Fassbinder, en svo fórum að horfa á Godfather, Paper Moon, Chinatown og þú veist, og bara frá því að mann bara eftir, þú veist, hef ég bara verið kvikmyndageggjari, bara kvikmyndanörd, bara frá því ég fættist hana heim og ég er rosalega þakklátt fyrir það og ég held að sko, þegar ég var lítill var ég spurður að Kristóf, hvað langar að vera út úr stór? Og ég sagði alltaf, mér langar að vera eitthvað í tengt bíónu eða vera flugmaður og svo náttúrulega þurfti ég að fá gleruð, ég var 20 og breytist í Mr. Magoo en og slefti þá að vera að reyna fyrir mig sem flugmaður en ég elska verið sem bransa en jú, hvað ég er búin að vera að gera? Ég er búin að vera í svo mörgu, ég byrjaði að skrifa kvikmyndir þegar ég var í námi í Skotlandi fyrir vikuna, skrifa greinar kvikmyndir í vikuna og fór líka að skrifa greinar sagnfræði í Morgunblaðinu, ég er líka sagnfræðingur en var síðan í Skotlandi í námi sem kallast Film and TV Studies og var í því námi svo kem ég heim 92-3 og er svona að leita fyrir mig hvort ég geti fundið eitthvað svona við mitt hæfi og það svona gekk upp og niður, það er eins og með allt sko, þú veist, maður heyrir alltaf þetta sama. Ég myndi ráða að þú væri með einhverja reynslu, en ég mitt spurði, þú veist, til þess að fá reynslu, þannig maður að öðlast reynslu, skilur. Og þannig að ég fekk að koma svona lóku undir og þannig ég var náttúrulega sem nætuvörður eitt skiptið og var áfram og skrifa greinar í tímarit og blöð og svo allt henni kom hringing og þá var það góða gamla stjörnubíó sem er ekki lengur til í dag. Stjörnubíó, maður. Karl Otto Sutt er á línunni og segir Kristóf, takk fyrir alltaf greina sem hún skrifaði í vikunni og mér langar svo mikið til þess að advokutu getur tekið kaffispjall með mér. Mér vantar bara markastjóra. Það er svona dálítið þrýstingur á mér frá Sony Pictures Columbia að ég er ekki búin að fá mér neitt kynningar eða markastjóra. Það er svo mikið samkeppni að það er að markasetja myndina og ég segi,
takk fyrir það, ég kom til hans 92-93 því ég kom á námi í Skotlandi og þá bara var hann ekki með, eða þú veist, það var bara ekki þetta starfsætti til, en þarna 95 fer ég á mínu 3 gíra þýsku hjóli, auðvitað þýst, made in Germany, og hjóla til hans og hitta hann og hann sagði bara, getur þú tekið þér svona markastarf, ég bara, þú veist, mér vantar markastjóra, en áður en hérna, ef þú ert tilbúin að taka það þér, að þá þarfst að síðan að fara til Lundúna og pitcha við stjórana frá Los Angeles, frá Galway City Studios, þar sem voru þá stjórar frá LA skrifstofunni og Evropa skrifstofunni í London og Karl Otto Schütz sagði bara með, heyrðu, ég þarf að biðja að koma og auðvitað það að fara, þú þarf að fara aðeins undan mér, ég er á skíðaferðalag einhverstar, en þú þarf að fara undan og ég bara ekkert maður, þannig að ef þú tilbúin að taka það þér, þá þyrftist þú eiginlega, það er svona prófverkefni, þú þarft eiginlega taka að þér Jumanji, hugsanlega Men in Black og eitthvað svona myndir sem eru framöndun og hvernig þú myndir marka sér, Desperado, hvernig myndir marka sér þessar myndir. Og ég segi ekkert mál, ég náttúrulega fylgist með mikið með, ég var að skrifa kvikmyndir og ég leitaði mér, heimildum og elskaði bara að skrifa kvikmyndir, þannig ég sagði, ég bara takk fyrir þetta takkir og ég, svona í skalavíkjuna, ég veit ekki hvernig hjartalífinu þetta var þarna eftir hann að fund, sko, en ég ákvað sig hann takkt að mér og flý til Lundúna, þarna 95, september, oktober 95 og fer og hitta þessa gæja, þarna markastjórinn Ástrali, indislegur frá frá Ástralíu, þarna á Lundúnarskrifstofu, Sony Pictures, Columbia og 3 kollegar hans frá Galway City, frá stúdíónu Columbia Sony Pictures í LA og svo var ég bara beðin að pitcha við það hvernig ég sagði fyrir mig markasetningu á þessum myndum og ég bara byrja, þú veist, var búin að undirbúa mig aðeins og var með aðeins á blaði og svona og byrjaði sinna að tala markasjómynd fyrir Men in Black, þarna Jumanji líka, My Best Friend's Wedding, Godzilla svona dálítið fram í tíman og Cable Guy sem var eiginlega fyrsta alvöru hlutverkið hans þarna Jim Carrey's og Ben Stiller var leikstjórinn og þetta var, ég las handritið af Cable Guy og þetta var svona aðeins, dálítið svona alvarlegri grínmynd þetta maður séð með honum, náttúrulega hann var búin að gera Ace Ventura 1 og 2 og Cable Guy var svona, þetta var dálítið svona og þetta var, hann var Jim Carrey, svona, hann kom smá flóðatasta því að þetta var í fyrsta skipti, þarna 95, sem gamanmyndaleikari gerði samning við Sony Pictures og það var $20 million leikari. Já, launins, 20 million og Sony var tilbúið að borga honum þessi laun fyrir að taka að sér Cable Guy, Ben Stiller leikstjóri og öll hinn stúdíum voru náttúrulega alveg brjálið því að Guðmundur hann nú hækkaði svona launatekjana þessi og öllum hinum þetta var allir svona keðverkandi, kom svona allstað keðverkandi áhrifum í Hollywood. Var hann fyrsti? Já, þetta var það ekki Schwarzenegger? Nei, þetta var fyrsti leikarinn að mínu viti sem fekk þá $20 million tekk fyrir hlutverk í bíómynd, þannig að já, góð spurning, og ég held að Jim Carrey hafði verið svo fyrsti sem að fengi svona há laun. Jú, ég kannski hugsa mér svo Schwarzenegger í Batman og Robin, ég held að hann hef ekki 20 million, það er náttúrulega eftir. Já, nákvæmlega. Þetta hækkar unlega launatekstan hjá svo stjórnum á þessu tíma. Já, þetta var rosa mikið, bara Universal og Paramount og þú veist, og þessi fyrirtæki voru náttúrulega ekkert rosalega, en allavega Sony var tilbúið að gera þetta og myndin var fín, ég las handritið, ég fekk alltaf svo gaman, ég fekk alltaf handritið sent sko árin áður myndi fór í framleiðslu og það var svo gaman og ég hef sjálfur verið, ég minnst yndislegt og gaman að lesa handritið, ég svona sé fyrir mér hvernig þetta lítur út og ég voru nokkur atriðan í handritinu og ég hugsa bara, wow, það er svona svolítið, hann engin spoiler núna myndin svo gömul, hann bara hugsanlega kannski deyr í þessu handriti. En þeir gerðu þetta og myndin svona, þetta er líka spurning hvernig myndir eru kynntar. Myndin alltaf var kynnt sem bara næsta grími með Jim Carrey og að trailer gátt ekki hérna, já, hann bara aftur hana, bara Ace Ventura-like, sko. Svo var náttúrulega alltaf henni mynd og hún gerði delivera ekki eins og hún átt að gera. En svona byrjaði þetta allavega, þetta var pitch mitt þarna með Men in Black og Men in Black konstantið mitt, markasjómyndið þar var meðlans notið í öðrum löndum og ég fekk síðan markasvelun í LA árið 2001 og þá í LA fyrir markasjómyndina DFD-útgáfu Men in Black, en það er hann að sagja, en svona byrjaði þetta bara, ég byrjaði að vinna markastör fyrir Stjörnubíó frá 95 til 2001, það var rosa gaman og ég man alltaf eftir Men in Black herferðin í 97 og ég var byrjað að vinna í henni sko árun áður hún
var frumsýnd og ég var bara alveg sendið svona frá mér. Mér langaði að fá Men in Black bíl, mér langaði að innrétta hann eins og Men in Black, mér langaði var að bíða eftir Will Smith-læginu sem ég geti síðan notað í marga sérferðinni og ég vildi bara fá Dúdda, mæta bara niður í miðborg Reykjavíkur í bara Men in Black fötum með ekki endilega Ray-Ban glerugu og ég var alltaf stressað hvernig þetta myndi nú takast. Mun fólk taka eftir þessu eða mun fólk mæta í Men in Black fötum til þess að fara að sérstakka forsynningu á myndina í Stjörnubíó. Og ég var svona hjartað slóta átt hana aftur, hana 97 og ég man að ég hitti Karl Schött og nýri bæ og sagði við hittist bara niður Austræti og það voru McDonald's til og koncept var svona þeir fyrstu 500 sem mæta sem Men in Black fá McDonald's bara máltíð og svo myndu við labba bara upp Laugaveginn og á þess að setja ykkur fórsynningu Men in Black. Svo var ég líka fekk hérna Men in Black bíl og keyrði á honum og hérna skreitt hann allan í Men in Black, þú veist bara hérna plakkötum og Jókunar Geita var með í sem með mér FN957 og við kerum eins og motherfuckers allar Reykjavík bæ og spilum tónlistana og þetta allir bara, þetta var það sem skipt svo miklu máli í dag líka, minnst svona dálítið vant í dag að þökk sé æðislegt að hafa þessa samfélagsmiðla, þú þarf líka að stick to the old marketing tool, þú þarf að reyna að koma einhverja stað líka inn í samfélag og tengja við kannski konceptið þemað í myndinni og reyna að framlengja þessar bíóupplifun að fara í bíó, svo eitthvað meira sem fylgir og vera með eitthvað flotta frummara og þetta gerði ég, var eiginlega með svona dálítið flugöldasýningu í kringum þetta allt saman og hérna Þú þurfum að tala um að búa til svolítið viðburð í kringum myndina. Svona, gera íventa og mér finnst það dálítið vant í dag því miður, það er svo margt sem er að bera sig athygli neytandans í dag, en einmitt þess vegna þarf það eina dálítið í þér heilan og búa til eitthvað skemmtilegt koncept sem verður einhver svona lifandi dæmi sem tengist kvikmyndinu að fara á. Og með þetta Men in Black tókst mjög vel, en ég var ekki viss, ég sagði, ég þóra alltaf að kíkja fyrir hotna á apotekinu til að sjá með McDonald's staðin hvort það sé þarna einhverju mættir. Ég lít þarna og ég er náttúrulega ansi rjóður í vöngum og stressaður, lít svona með, hérna, kíkja með Karl Schött og ég segi Karl Schött, kíkt þú fyrst. Og hann kíkja svona, og hann bara, og ég sé bara einhvern gummigur, þetta glata dæmi, þetta er ekki að takast, hann lítur til mig, Kristoff, heyrðu, þetta ættir að blása þér sokkana, kíktu, og ég kíki svona, og það er bara 500 manns pluss, hérna, fyrir framann McDonald's daginn. Þetta var svo eindislegt og svo, þetta gekk svo rosalega vel og við náttúrulega vorum búin að markasetja frá bara með teaserum á undan, með FN957, svo löpum Laugaveginn, svo allt er bara hinum við götuna, er fulltrúi Steven Spielberg sem er fulltrúi frá UAP, Universal Pictures. Hann er í heimsókn að heimsækja á dreifingaraðala UAP á Íslandi og hérna, hann bendir svona á einn íslenska kollega sem segir, hvað er í gangi, er 17. júni eitthvað flis? Nei, ansans ég vildi að við hættum þessu hugmynd, en það er hérna Men in Black, hérna, þá er hann Kristoff Vimar hérna, sem var að promotera þetta Men in Black hérna, kampin og gæði hérna, David Bristow, hétt sá gæði, hann var þá að kíkja hans á dreifingaraðala íslensku og þeir voru að undirbúa Jurassic Park hérna, eða Jurassic Park 2 á þessum, já það var alltaf einhverja myndi frá UAP á þessum tíma. Já, hún er 97. Þannig að það var Jurassic Park þá 2. En hérna, já, svo þetta gekk rosalega vel og svo var eins og til að mynda með Godzilla, þá fekk ég leyfi til þess að Roland Emmerich útgáfan, hún var ekki alveg eins góð og ég vildi, en það er bara Það er önnur saga. En markaðsefnin á Godzilla gekk rosalega vel. Og hún var stór líka? Hún var stór og var það ekki? Jú, mjög stór, hún var þannig, en hún var ekki word of mouth mynd, þannig hún fjall 62% myndli vikna, en hún byrjaði með látum. En markaðsefnin gekk mjög vel og ég ákvaði að nota 17. júní sem vettfang til þess að auglýsa þessa mynd. Og þetta var síðast skipti sem eða yfirvöld eða að Reykjavíkurflugvöllur lifði flugumferð lágflug með banner yfir Reykjavík á þessum tíma og ég fekk leyfi, þetta var síðast skipti sem slíkt leyfi var veitt. Þannig að 17. júní, það er komin 228 árs með hans niður í bæ og eitthvað kringum þrjúlítið, þá flög vél yfir með risa banner yfir allar Reykjavík og það stóð, gettu hver að koma í bæinn í ágúst, Godzilla, og það voru allir sem sá þetta. Þannig að allt svona er gaman að gera. En þú veist, og svo náttúrulega var The Mask of Sorrow, þá hafði ég saman við skylmingafélag Reykjavíkur, þá voru menna að skylmast bara á þaki Stjörnubíós, My Best Friend's Wedding, þá var eitthvað í gangi þegar fólk fór á frumsýninguna og byrju hvað er ekki þessi einhver bakar á svæðinu hérna. Nei, þá var ég bara að láta baka næstuði 2 metra hérna brúkursettur sem var tilbúin og fólk fekk að nærast á í hlénu
Stjörnubíó, en þú veist það gaman að og svo setna eins og segir, ég var svo Stjörnubíó frá 95 til 2001 og rosalega gaman reynda frá 95 til 2000 og sem var fyrirtæki selt, Skífan keypti það og það var bara gengið þannig að því að dýllinni sá að Kristof Vimær þyrfti að þá fylgja með kaupanir sem markastjóri og það var gert og ég gerði þarna eins á samning þannig að ég frá 2000 til 2001 ég þá starfsmaður hjá Skífinu og það var mjög gaman og hélt áfram að promota hann Sony stöf og var með Charlie's Angels herferðina var bara gekk mjög vel og allt það og Stuart Little en svo voru gerð, ég fekk oft trygginga frá samkeppnissalnum og ég var mjög langa tíma var ég mjög svona, þú veist, ég var svona hotlustu, ég segi ekki hotlustu vinur en ég var svona Tryggur fyrirtækinu og það Stjörnubíó, þannig ég sagði alltaf nei við Háskólabíó, ég sagði nei við Skífuna en svo kom það upp rosa skemmtilegt tækifæri 2001 og þá gat ég farið reynda fór í samkeppnissalan en ég var alveg ég ætla að segja fullu fjöri, ég var í fullu fjöri og var alveg í lagi að gera þetta, ég gerði bara eins á samning við Skífuna, þannig ég tók þarna Keflunu, nýtt fyrirtæki sem hét á þeim tíma árið 2001 Ice Entertainment og var kynningar og markaðsfyrirtæki sem átt að fanga bæði myndir frá Sambíónum Háskólabíó og taka þá saman þessa köku frá UAP, þá Universal Pictures, Paramount Pictures og DreamWorks Pictures og þetta tók ég að mér og það var rosa spennandi en maður var eins og hamstur á hjóli, þetta var þvílík rosa mikið hraði og ég tók þessu starfi en tók við þessu starfi og byrjaði í apríl 2001 og þá var ég með á teikniborðinu ansi stóra myndir og sem var reyndar ekkert byrjað að gera neitt í Mummy Returns átt að vera eftir mánuð svo var American Pie 2 Along Came a Spider Shrek 1 Fast and the Furious 1 og Bridget Jones' Diaries og allt þetta var bara á næsta leit og ég bara eiginlega svaf mjög lítið en ég elska að fá svona challenge og þannig að ég vann að mér ég ætla ekki að segja hitt, ég ætla bara að segja afturhendan en það svona að þú ert á ástríðufullur og hefur ástríðufullur að gera þá eru þér allir vegir færir þannig Mummy Returns risadæmi og það tókst rosalega vel það er bara stærsta opnun á mynd frá Universal Pictures á þessum tíma og þannig að hún gerði rosa vel og bara gekk rosa vel en það var alveg rosa eins og ég hafði bara mánuð til að vinna í þeirri mynd og það sem fyndi var sko að fá skrifstofu upp í Álfabakka og var líka með skrifstofaðstöðu í Háskólabíó þannig að fólk bara sagði ofta mig hvernig alltaf að gera þetta ég skipti mig bara í tvent ég er hlutavíkunni í Sambíónum og hlutavíkunni í Háskólabíó og þetta tókst rosa vel reyndar var ekki búin að neinn húsgögn upp í Álfabakka þannig að bara fyrsta svona ekta íslenska aðferðin þá bara ferðu sjálfur í pennan og verslaði bara skrifstofuborð og setur upp tölvun og þetta var gert bara the Icelandic way og það tókst bara mjög vel en svo komu bara næstu verkefni þarna það var rosa gaman að fara í Shrek-dæmið og það var eitthvað nýtt og þarna maður að það sem fangaði mína athygli var það að þarna ertu með frábæra bara stafræna teiknimynd sem talar ekki niður til krakkana heldur með svona crossover appeal fyrir ekki að sletta enskunni en nær bæði til fullorðins einmitt út af díalógnum en líka út af karakterunum þá nær til barnana þannig ég fór í mjög skemmtilega samvinnu við tölvufyrirtæki og þarna og var með svona teiknimyndasamkeppni líka og það gekk rosa vel svo næst var það Bridget Jones' Diary og þá kafaði ég í bókina eftir henni eftir skáldskonuna og fór það í hann kvenna heim ég setti mig í þann heim las bókina mjög vel og hugsaði bara svona vá, hvernig getur maður búið til flott markaðskoncept með þetta og þá ég að hugsa Guðmundur Gauksson, þú nú lent í þessu þú nú farið á speed date og það ekki gengið nógu vel og svona, hvernig væri bara búið til samkeppni við einhvern fjölmiðil og bara búið til þannig samkeppni þar sem þú vart að skrifa verstu ever fyrsta date eða date sem hefur verið skipulagt og bara eitthvað sem tókst bara alls ekki nógu vel og fyrir skemmtilegustu date sögu fengjuru þá þarna miða í helgaferð til Lunduna og á sérstaklega frumar á Bridget Jones' Diary og þetta vakti rosa mikla athygli og gekk rosa vel og ég vann þetta með Stöð 2 kom fram í morgun þætti og fleira og var að pitcha þetta og það var gríðarleg samkeppni í þessu og við höfum það þannig, það rétt bara að hafa 3 sem geta unnið þetta. Í
staðan fyrir það bara eina og það voru 3 unga konur sem unnu miða til Lunduna og ég keyrði þær á frumsýningu í Háskóla bíó slökkviliðsbíl. Þannig að þú veist, þarna skapaði bara eitthvað tækifæri úr myndinu og ákvaða að setja bara líka inn í búið til viðburð og þetta gekk rosalega vel og þetta var hérna og til að mynda með Charlie's Angels, það var líka samkeppni með Charlie's Angels, samkeppni og Max Factor og bara flott, hverjar var flottust Charlie's Angels fyrir ekki stelpurnar á Íslandi, þannig að þetta gekk rosa vel líka. Þannig að svona þetta bara og þetta búið að vera bara rosa gaman, þannig ég búin að vera svona, þá var ég eiginlega bara að tækla mest svona Hollywoodmyndir, fyrst ég gekk með Stjörnubíó, svo það Skífan og svo það Háskóla bíó og Sambíón og þetta gekk alveg til 2007 en veturinn 2006 þá fannst ég var komin svona, þú veist, það var einhver tímamót, ég fannst ég þurfti að breyta en mér langaði að halda áfram þessu bransa og ég fekk reyndar tilboð frá UAP það að verða hugsanlegur markas svæðistjóri fyrir alla Austur-Evrópu, Búlgari, Rúmeníu og fleiri lönd. Já, bara vinna það beint fyrir þá. Já, bara vera að stýra markasherfunum og sama að vera með coordination marketing plan fyrir allar Austur-Evrópu en ég hugsa bara, Kristó, ekki komið tíminn til núna aðeins að breyta og kona mín, hún benti mér á atvinnuauglýsingu og það var Kvikmyndamiðstöð Íslands var að auglýsa eftir kynningarstjóra og kona mín, ég þakka henni rosalega fyrir þetta og hún sagði, Kristóf, þú ert búin að vera svo tengdur svo mikið þessum erlendu kvikmyndum, Hollywood, ég veit þú elskar það, en hvernig var nú að kynnast bara innlendum kvikmyndabransa? Þannig að ég svo hugsaði bara, ok, ég meina klálega meiri laun í Austur-Evrópu en hér, en ég bara ákvað sækjum og það voru 108 mann sem sóttu með þessa stöðu og ég fekk hana og ég var rosalega glaður með þetta og ég náttúrulega bara Spíto González og bara hérna í allt saman fór að vaða í þessa hluti og tók þessu og fór hérna í 2 atvinnuviðtöl og svo kom ég hérna, já, ég fór í 2 atvinnuviðtöl og það var bara svona að vera að tékka á kallinu, sko og þá verandi þarna forstöðumaður gaf mig Laufey Guðjónsdóttir hringdi í hinn og þessa, náttúrulega bara svona spurði þennan ofvirka hálfa þjóðara, hvernig það væri og ég held ég að hann fengi bara góð viðbrögð, sko og ég man líka að það voru margir sem hringdu bara á fyrsta deginum á skrifstofuna á Túngötunni, þá vorum við aðstofa á Túngötunni og þá voru það fullt af framlöndu sem hringdi í mig bara fyrsta morgun og bara óskumum til hamingi með starf og þetta var æðislegt en þessu fylgdi líka rosa mikið að fara að lendast að kynna þá íslenska kvikmyndir, heimildarmyndir, stöðmyndir bíómyndir fullur reynd og svo setna komið sjónvarpsseríur og raunverulega líka bara kynna íslenska kvikmyndir og erlendu vettvangi í samvinnu við Norðurlöndin 4 með og fleiri lönd og þetta var náttúrulega bara, maður var eins og Indiana Jones kvikmyndahátíð, maður var bara út um allt og þetta reyndi líka á þessum tíma þá eignaðist kona mín líka yndislega tvíbura sem ég afar stoltur af og eru jafn svona bíógeggjaðir eins og pabbinn en skrítið, ekki og þannig kona mín var svo skilningsrík, hún sagði, Kristóf, nú ég veit ég gerir mig grein fyrir að þú verður mikið á ferðalöfum og sem hún var og ég var búin að vera hana í 2 daga, þá var bara farið beint til Berlínar á kvikmyndahátíð í Berlín og svo þarna til Grikklands og það voru íslensku kvikmyndafókus og Frikki Þór var með mér í ferð og Anna María framleiðandi og bara, ég fór bara beint, sko, það var bara, já, ég var bara fór strax bara ellendis og búin að vera mikið í Cannes, á kvikmyndahátíðinni í Cannes, ég reyndi búin að vera á Cannes-hátíðin síðan 97 og ég man því ég fór hann í fyrsta skipti með hann hent út eins og ég alltaf að sagja fund, ég var í galla eitthvað, það var ekki alveg svona viðandi, en maður lærir. Og var það hent út af því? Já, það var bara einhverjur lífverð og fleiri sem bara báðu með góðfúslum að farðu nú aðeins í eitthvað svona casual smart eitthvað, sko, og í 97 þessi overki kvikmyndageggjar, ég elska að vera hann 97 fyrsta skiptið mitt, ég elska að vera hann og ég var nú fljótar að læra, þannig að 98 kunni ég alveg allar þessar leikreglur og einhver spurði mig, Kristóf, hvernig er að vera Cannes, hvernig er að vera kvikmyndahátíð í Cannes og ég sagði bara beint það er svona ævintýri fyrir fullorðið fólk og það er bara, þarna hitt ég náttúrulega fyrst náttúrulega í tengslum með dreifingarall á Íslandi, þá náttúrulega kynntist fullt af leikurum og handasöfundum og leikstörum og var hann bara í partíu með þeim, fór í rándýr þarna Lord of the Rings partí, það var geggjapartí, það var í dýrasta partí að vera þetta sögunar, ég held að það hefði kostað 3-4 milljónir bandaríkjadollara og fór bara búin að segja við Newlandsen að þessa myndi, það er bara ég ætla að floppa big time. Já, er það? Heyrðu, þetta var svo geggjað, ég fór þannig, ég muna aldrei gleyma þessu. Hafðið þú trúað? Allan tíma.
allan tíma. Ég vegna þess að ég hugsa bara þeir höfðu áhyggjur, sko, það var 200 milljóna budget á hverja mynd, það voru 600 milljónir og þú veist þetta, og menn voru líka að skrifa þetta eru dýrasta floppur, alltaf sögunar, ég held að þeir gagnrýndu Time og fleiri þeir held ég bara geta dón í sig, en það partí mun aldrei gleyma 2001, ég fer og bara allt sé bara, þið voru ekki búin að spána einnig þoku það komið svona bara þoka sem mætti mér, það voru búið til svona þoku og svo úr þokunu komið reytarinn á hestbaki og svo bara tekja mótið og svo fór með ásamt öðrum dreifingaræðlu myndarinnar, fórum í partí og það voru búið að endurskapa muni úr myndinni fyrstu og þarna voru bara leikarnir með og þarna bara fyrstu bara barbecue og varst að grilla með honum öllum leikurum myndarinnar og þetta var yndislegt og þetta virkilega gerði helling, þetta kostaði $3-4 milljónir en þú fest svo svakalega flottar umfjallanir, þarna voru allir fjölmiðlar og þetta gaf góð fyrirheit og þetta var Viggo Mortensen var geggjar, hann var gaman að tala við hann, ég átti hálftíma spjall með honum en það var hann að sagða, en þetta gerði helling fyrir New Line Cinema og þetta bara hjálpaði til við að tísa eða kitla myndina, svo var það náttúrulega þessi jólamynd og ég bara, the rest is history þannig að ég segja, þú þarft ofta að leggja rosa mikið á þig en ef þú trúa verkefninu og þú getur réttlega þetta og líka þú veist þú ert með gott í höndunum þetta gerir svo mikið fyrir myndina en árum mín hjá Kvikmyndamiðstöð Íslands voru yndisleg og hérna var ég hjá Kvikmyndamiðstöð Íslands í næstu 19 ár og fór þaðan síðan fyrra haust og hugsa bara þetta var æðislegt ævintýri og ég kynntist náttúrulega alveg heljarn og erum ennþá góðir félagar bæði kynntist í íslenskum leikstjórum, framleiðendum, leikurum og ég elska bara að tala við þetta fólk og vera bara hringiðin og í raun og í lok dags þá svo margt sem við sameiginlegt, það bara ótrúlegt og ég byrjaði fyrir nokkrum árum síðan að bara bjóða bara framleiðendum, leikstjórum bara með mér í kaffispjall auðvitað í besta bæ landsins, Hafnarfjörðin og bauði mér svona morgunkaffi og konan mín sagði Kristóf þú átt að heita fyrir sumafrí, ég veit en þetta bara svo gaman, þetta bara svona, þú veist, maður kynnist fólkinu betur og ég á rosalega skynningsríka konu, takk Helga og þannig að þetta búið að vera öll þessi ár og ég rosalega þakklátur og ég einmitt sagði að þegar ég færi frá Kvikmyndamiðstöð Íslands þá mun ég alltaf sakna þess að hafa ég bara svo þakklátur fyrir að hafa kynst öllu þessum bransa og núna bransinn í mjög svona ekki kannski lausu loft en það rosa erfitt og það töff ástand en ég vil trúa því að við getum siglt okkur og getum farið í gegnum þetta og gert góða hluti, það bara að vera skilningur hjá yfirvöldum því að það sem við erum að gera með íslenska kvikmyndagerð að það fólk kannski fattar ekki alveg strax en það alltaf að tala að auka túrisma og byggja upp ímynd Íslands og það bara æðislegt, Ísland bara poppasta ferðandi í heimi ég sem hálfuð þjófur, pabbi minn heitin, hann elskaði Ísland þegar hann kom hingað, hann sagði bara Ísland drauma eigin mín og Ísland drauma land margra þjóðverja en það sem fólk kannski áttar sig ekki á það að oft þegar það hafa verið gerð skoðanakannanir og það hefur verið að tala við erlendu túrista hver ástæðan fyrir því hver ástæðan þú ert að koma hingað til Íslands og núna bara í nýjustu skoðanakönnun ég held ég að verið 37% tilvika þá voru 37% sem sögðu já megin ástæðan fyrir því að ég hér á Íslandi það vegna þess að ég sá þessa frábæru íslensku mynd á kvikmyndahátíð í mínu landi eða ég sá þessa frábæru íslensku sjónvarpsþáttaröð bara hjá mér í sjónvarpinu eða ég hlusta á þessa frábæru tónlist eða ég las þessa frábæru bók sem byggð bók eftir íslenskan höfund eða ég fór þessa geggjuðu myndlistasýningu þannig að við svona, eins og maður segir in the long run fyrir ekki að sletta enskunni þá við og þurfum að halda því áfram við að byggja upp frábært identity og ímynd Íslands og það náttúrulega líka það svo geggja að gera kvikmyndar á Íslandi fyrir utan líka að skjóta erlendar myndir á Íslandi við höfum frábært landslag ég man það, ég hitti Clint Eastwood á Kjarvalsstöðum 2005 og ég náttúrulega misti andlitið en það önnur saga en það sem hann gerði með Flags of Our Fathers var það að þetta náttúrulega í raun og veru þetta rosalítið heimur sem við búum í þessi iðnaður, þessi bransi það fyrsta sem hann gerði hann kom til LA þarna veturinn
2005 var það bara að hann sendir hún á Tom Cruise og hann sendi á fleiri vinni sinni og byrja allan bransan, sagði bara ég mæli með Ísland sem kvikmyndatökuland. Krúið frábært, á mjög breiðu sviði vegna þess að í raun og veru erlendis það þannig að þú ert bara dálítið a man in a box, þú ert bara að sjá þetta. Hér á Íslandi er þetta krúið, íslenska krúið, það svo getur unni á svo breiðum vettvangi og náttúrulega að sig kannski meira stress en gríðarlega mikla reynslu og það styttra á milli tökustaða og það kosturinn. Íslenskt landslag þú getur hæglega gert science fiction myndir vestra og fleira, ég segi oft sko það dóttir líkt með Skotlandi og Íslandi, við eigum hálöndin og lálöndin en Skotar eiga bara fleiri tréð við, ok, þá verður bara að hafa það en kannski á móti kemur sem kannski neikvætt náttúrulega hótelkostnar og bílaleg og fleira svona í hærri kantinum en kostirnir íslenskt landslag frábært bara hæfileika ríkt fólk sem vinnur hér í þessum bransa, krúið og það erlendir aðilar hafa talað það og ég vona bara að við getum haldið þessu áfram en við þurfum náttúrulega líka að passa upp á það að á meðan auðvitað að stórar erlendar framleiðslur í gangi á Íslandi þá náttúrulega að nota íslensk krúum í þau verkefni og þá meðan þurfa íslensk verkefni að bíða. Við þurfum náttúrulega aðeins að bíða passa upp á það að við þurfum ekki bara einblína á þessa endurgreiðslu og allt það sem náttúrulega gríðarlega mikilvægt og gerir helling fyrir okkur, skapar atvinnu og það en við þurfum náttúrulega líka að huga að því að vera með áframhaldandi flæði af fjármagni til að styrkja íslenska kvikmyndagerð. Við þurfum líka að vinna því meira að hleypa nýrri kynslóð sem þá kynslóðin 25-35. Sú kynslóð býður á þröskuldunum í að fá að láta ljósitt skín og ég búin að hitta fullt af þessar ungu kynslóð og það rosa mikið var í hann og við erum að sjá núna næstu árum vonandi nýjar sögur og nýjar hugmyndir og það bara verið rosa gaman. En við þurfum að vera og Íslendingar þurfa að vera ég elska Ísland, ég meina það svo margt sem Ísland hefur fram að færa. Guðmuggur, ef ég ætla að fara í þýska sundlu þá hún alltaf ísköld og það ekki eins einhvern að kostar rándýrt að fara í þýska sundlu en hér þá getur þú farið í þessi íslensku fallegu laugar og kaldabottin og farið í guðun og allt saman, þetta yndislegt en á móti alltaf rosa mikil dýrtíð að líka við þurfum að fara í anger management svona því ég búin að kaupa inn í matinn og það ódýr að vera á meginlandi Evrópu en það önnur saga en það sem ég ætla líka að segja það svo margt sem við höfum fram að færa og Íslendingar eru stundum of neikvæðir, þú heyrir meira því sem afvega fer heldur það sem vel gert þú þarft að klappa sánur á baki oft og vera meira með svona hvetjandi boðskap þarna út í samfélagið vegna þess að þegar ég í verkefnastjórnum þá þakka ég alltaf rosa mikið fyrir fólki sem að vinna með mér fyrir þeirra framlag og það kemur svona á fólki það svo óvant, ekki vant í að fá svona kompliment sko. Nei, ég man að ég opnaði svona hurð fyrir einni starfsfélaga mínum ung kona, hún horfði á mig, ég get gert þetta sjálf og ég bara þessi velupaldi alveg þjóri, þú veist, ég vildi bara svona þú veist, en við þurfum að temja okkur að vera jákvæðari, Íslendingar þurfa að vera aðeins jákvæðari heldur en þeir eru og það svo margt, þú veist, þú þarft að gefa lof fyrir það sem vel gert, ekki bara að þú ekki bara því sem afvega fer. Ég held að við þurfum að læra meira því að gefa meira svona hvetjandi, vera með hvetjandi boðskap og trúa allt sé mögulegt í þessum heimi og það allt mögulegt. Við þurfum bara að vera, við þurfum að stilla okkur meira og vera jákvæðari. Ég veit að það hljómar eins og Dr. Phil í beinni, en það bara... Góð boðskapur, það? Þetta það, og ég held að þú að og ég segi núna á morgnana, það fyrsta sem ég geri, ég að hlusta á Jumpman með Van Halen og In the Stars með Rolling Stones án ég veit af þá ég bara komin á dansskólu sko. Og þetta gefið mér bara enn fítonskraft sem ég þarf að gera og ég vakna mjög snemma á mótnana, minnst elska að vakna elsnama mótnana, gera mullaræðingarnar og fá mig kaffe og svo bara byrja að vinna, ég bara svo ferskur fyrir en svo ég alveg steindauður fyrir á sjónvarpi 9 kvöldið, en það önnur segja en já, ég segi bara 1, 2, 3 bara hafa ástríðu fyrir því sem þú ert að gera það held ég sem bara svona veganist inn í lífi alveg samt bara það sem þú ert að gera, bara dagstæðlega það eitthvað að ég vil meina það, að það eitthvað skemmtilega sem þú ert að gera og þú þarft bara, það eins og fara bara í dótabúðum það þarf að vera þessi gleði og þú þarft að vera þessi ástríðu og svo lengi sem þú hefur þessa tilfinningu þá þér allir vegið færir og ég trúi allavega það. Ég samanlega, vá, þetta var svo mikið sem kom í ljós kom fram, sem ég langar að spyrja út í að þetta alveg hellingu svosta og það stikla svona stóru
Ég tala rosa mikið þessa hásurödd, afsaka þetta. Margir segja, Guðmundur, Kristoff, Guðmundur, ertu búin að vera vikur í viku? Nei, þetta bara ég með svona hásarödd. Og meina það, fólk hefur spurt mig líka, Kristoff, þú ert að taka fyrir og bara auðvisa, vískitegundur eða einhvern ítalskan karlmannseilum. Kannski verið í það líka, setna. En mér var mjög áherslu að hlusta á þetta og mér langar áður nú höldum kannski áfram með þetta. Mér langar að skjóta inn nokkur hérna. Ég var bara svona, en ég var bara svo sokkin inn í þetta svona að segja. Já. En bara svo stött, ég meina spurningu, að þú talar erlendverkefni hérna í Íslandi sem hafið orðið svo stór Game of Thrones og fullt af bíómyndum. En svo ertu líka með innlenda kvikmyndagerð, þú veist, íslenska bíómyndir, íslenski þættir. Þú talar að það sé líka auglýsing fyrir Ísland. Þú talar að margir túristar sem koma enga hafa kannski nefnt það. En ég veit kannski, þú veist þetta ekki 100%, en hver þín tilfinning? Eru svona stóru verkefnin? Er það ekki að selja meira heldur en innlenda? Það skilur hvað við? Að trekkja að túrista, er eitthvað tölfræði yfir það? Þetta góð spurning. Ég myndi segja, þú veist, það er það sem ég ofta að segja að ég held að það sé bara ákveði balans í þessu. Ég held að ok, talandi þetta, jú, klálega, Chris Nolan elskar Ísland, Denis Villeneuve elskar Ísland, Tom Cruise elskar Ísland og ég að vonast eftir hann fara að gera kvikmynd aftur á Íslandi. Ég veit að meðan að hann gerði Oblivion og þá var þessi skilnaður til alltaf milli hans og Carey Johnson miður, en þetta er góð, sko, það sem ég kannski, nú ég bara að segja þetta í beinni hérna, já, í beinni, eða ekki, að mér finnst, þetta er góð spurning hér, þetta er klálega, jú, þetta selur auðvitað líka þannig og nú kemur, þetta er frábær spurning hér, það er líka vantar, ok, erlendir túristar koma enga til Íslands vegna þess að sáu Hollywoodmynd sem var tekin á Íslandi, jú, þetta er góða punktur, en svo líka annað, svo fer fólk af vettvang og að kannski vonast eftir að kannski eru einhverja menjar eftir af myndinni hér. Nei, það er búið að rífa það niður. Þannig ég að pæla að, þú veist, má kannski eitthvað þessu sett, þessari sviðsmynd eða eitthvað sem við nota í kvikmyndinu, má það vera áfram í þessu landslægi. Ég veit að Balti smíðaði víkingaþorparna fyrir austan. Ég hef ekki reynda að koma þangað því hann alltaf að gera víkingamynd og þetta er nú bara, húsinu bara vel veðri núna, þeir eru búin að vera það í mörg herrans ár og það er komin einhver girðing hérna, þetta er ekki langt frá Höfni í Hortnafirði held ég á eftir að fara ánga sjálfur, en það er bara víkingaþorp sem er bara smíðað frá A til Ö. Þannig að ég myndi segja að það væri mjög sniðut ef að yfirvöld myndu leyfa það, að vera með einhvers konar menjar frá þessari kvikmynd sem er bara þarna áfram og ég verið að tala um þá mynd sem er þá virkilega er bara verið sígild og hefur, þú veist, er bara vinsal og verður í vinsal og er bara stendst tímans tönn að leyfa bara þessum menjum eða þessari sviðsmynd að vera þarna áfram og bara fyrir túristan að koma og svo er jafnvel hægt að bara selja á svæðu, þá fær héraðið eða ríkið þá einhverja tekjur að þið líka og þetta hefur ekki verið gert og ég held að það sé ekki villis hugmynd, ég er oft búin að pæla í þessu, þannig ég held að það væri líka vegna þess að eins og segja geggja að fara á staðinn, geggja að fara til Íslands og fara þarna norður og austur og sjá það sem þessi erlenda kvikmynd var tekin, en það er kannski líka gaman að sjá ef það væri eitthvað eftir sem stæði eftir að sviðsmyndinni. En svo veit maður, þú veist, íslenskt veðurfar, þetta gæti fókið koll eða eitthvað, ég veit ekki, kannski bara ágætt að setja bara eitthvað upp sem er þá getur staðist íslenskt veðurfar og vondskap íslenskra veðurguða. Það er svona pæling. Og ég er ekki að meina að þegar að draga alveg úr innlendri kvikmyndagerð, ég fór bara ímyndum mér, ég meina eins og ég segi, Game of Thrones, það var svo stórt á sínum tíma, risaserja, var vinsæl bara í öllum heiminum. Það hlýtur að meiri auglýsing, ég veit ekki, heldur en kannski ef að Of Monsters and Men gefa út lag sem er í einhverju bíómynd. Já, ég held að sé bara eitthvað þetta er svona 50-50 take á þetta. En það er kannski mikilvægt að hafa myndið svo segja jafnvægi, af því við verðum líka styðja við innlenda kvikmyndagerð. Og bara þú veist, og leyfa þeim líka fá að segja sína sögur. Og íslensk saga getur þó, eins og maður segir, hún getur verið lokal, hún getur líka verið global. Og það er náttúrulega búið að taka núna þegar maður horfir á íslenska myndurna sem hafa verið gerða. Þú veist, það eru sumar sem eru svona kannski dálítið, svona kannski listarni í kantunum og svo bara einhvers staðar út á land og svona. Það er kannski komið tími til að gera bara Reykjavíkursögur, leyfa bara söguna gerast í höfuðborginni eða einhver, þú veist, og það var já, ég held að þau eru kannski aðeins að huga því og svo talandi um annað, talandi um
sjónvarpsþáttaræðir, það alltaf verið að tala þetta Nordic Noir, norrænar glæpasögur og sakamálasögur. Ég saði í viðtali fyrir nokkrum árum síðan í ástralskum fjölmiðli og ég var reynda búin að segja það áður fyrir þann tíma líka að það sem kannski var ekki vitlaust í dag, þá ég að tala bara líka Norðurlöndin og okkur líka, við eigum rosa góða sögur líka og það eru þjóðsögurnar að reyna að kíkja í þetta folklore dæmi, að reyna að rýna þess í þessar þjóðsögveigum og getum varpað fram í samtíman. Ég held að við getum leikið, það eru geggjaðar sögur þarna úti sem væri hægt að vinna betur í og jafnvel að fara að vinna í. Mér finnst þetta Nordic Noir, þetta þú veist, þetta er selt Norðurlöndin alveg sakalega og allir þetta I love Nordic Noir. En máli, ég held að sé komið núna tími á að við séum að tala bara Nordic, bara þú veist, eitthvað norrænt, yfirnáttúrulegt norrænt, eitthvað þetta þjóðsögudæmi. Þú ert þannig meira svona horror? Horror, já, horror, fantasíu, yfirnáttúrulegt dæmi. Það alveg gríðarlega mikið efnaðan úti sem við getum unni meira úr. Af hverju erum við ekki að gera það? Ég hef alltaf pælt í þessu. Af hverju erum við ekki að gera fleiri svona genremyndir? Sko, góð spurning. Ég held að við þurfum líka að huga einu. Það náttúrulega eins og það búið að vera dálítið fókus svo mikið að gera listrænar kvikmyndir sem æðislegt og það gaman að sjá. En fólk eru að horfa á þetta? Ég að segja það og það geggjað að sjá þetta hefur fólk skína í gegn og það svo gaman að kynnast þessu fólki, það vinnur til fjölda erlendra kvikmyndaverðlauna. En við þurfum líka að huga heimamarkaðanum. Við þurfum líka að huga því að þú veist, þessar arthouse eða arty-farty segði stundum, arty-farty, eitt einhvern engliting, John Hurt, ég hitta hann í London fyrir mörgum mánuðum, hann sagði arty-farty, tók tesúpa með honum, hann sagði arty-farty, en það sem ég meina, sko, það yndislegt að gera þetta og vinna til erlendra verðlauna, en við þurfum líka að huga, genrepartun að stakka alveg svakalega mikið og við getum gert afþrengamynd og þó þetta sé afþrengamynd þá getur hann samt verið slettið hansku, svona thought-provoking getur verið kvikmynd sem skilur heljanum bara helling eftir sig þannig að þú getur búið til character-driven hlutverk fyrir horrormynd eða yfirnáttúrulega spennumynd og horrormyndir eða hryllismyndir að sækja í sig núna verið og við sáum náttúrulega bara á aðsökumtölum þessar leikstjóra YouTube kynslóðurinnar sem náttúrulega bara geggja að sjá hérna Backrooms og Obsession og meina Obsession framleiðsluverðið 850.000 tónur komin í 440 plus milljónum worldwide. Eina sem ég óttast núna að mini-stúdjón og stóri stúdjón að núna dusta ríki af öllum sem handritin sem við fengum núna 10 ár frá þessari ungu kynslóð, það svona YouTube kynslóðinni og þeir hafa sagt að þetta ekki fyrir okkur. Núna það að fara að dusta ríki þessu og segja þurfum að gera fleiri svona myndir og þá náttúrulega getur ekki að það verður bara flóð af geggjum, ferskum myndum YouTube-leikstjóra en sem verður hægt að vera nýtt. Þannig að enn og aftur, það spurning þetta jafnvægi sem þurfum að passa upp á. Svo þurfum líka endurnýja bransan. Það sem ég hef alltaf haft áhyggjur af, því að þessi stærstu leikstjóri heim í dag, þetta flest allt 50 plus. Ég veit það. Oftast kallar. Algjörlega. Hvar eins og núna? Nú erum við að fá inn eins og Curry Barker sem gerir Obsession, Kane Parsons sem gerir Backrooms, tvítugur, ég held að hins 26 eða eitthvað. Hinn 26, hinn 21. Já, ég meina, hvar hefur þetta liðið verið? Þetta ennáttur, frábær spurningar og þá ætlum ég líka að segja eitthvað og ég vona að ég mótgíki neitt þegar ég segi þetta. Það til, við erum með frábæra leikstjóra sem hafa farið í hinn og þessa kvikmyndaskóla. En það líka til leikstjóra sem ég kalla á þýsku wunderkind, undradrengir. Og það fólk sem bara hefur áhuga á kvikmyndum og byrjað að taka upp kvikmyndir bara á unga aldri og bara að keyra sig að stað og bara gera myndir og með það fyrir að hafa þessa ást fyrir að búa til kvikmyndir. Við erum að tala förum í bara þessu gömlu meistara eins og Steven Spielberg heima eru menn eins og Bragi Þór Hinriksson, Ólafur Flör, Baldvin Seta og allt þetta lið það fór ekki einhvern kvikmyndaskóla þannig að þú þarft ekki alltaf að vera búin að fara í kvikmyndaskóla. Ég held að sé bara að þú verður alltaf betur og betur í því sem þú ert að gera og þú kemur með frábæran punkt. Við þurfum að huga ungu kynslunum, við þurfum að Erum við að gera það? Erum við að styðja við unga fólkið eins og þú ert nú vinnur við kvikmyndamiðstöðinni? Já, ég var að vinna það, ég ekki lengur Nei, þú veist, ég segi varst að vinna að því ég fóttur að pæla í því þú ert með Baltasar og svona sem náttúrulega reynstu bolti og búin að sína það kannski þú getur alveg mér að fá pening og ég get framleitt og ég get staðið við þetta fara eftir budgeti eða tímalínu skila með verkefni og það í tala ekki með að gefa þessu gróða
Þannig ég skil vel að þú lætur þann mann, þann einstakling fá háar upphæðir. En við þurfum líka að huga að nýja fólkinu. Og þú talar maðan, til þess að fá reynslu, þá verður það að fá reynslu, Algjörlega. það verður að byrja eitthvað staðar. Algjörlega. En mér stundum er bara lokað á þetta lið, þennan mannskap. Þetta alveg frábær spurning, enn og aftur. Nú ég að gefa hól, já, og þú átt hólskilið. Þetta frá. Nei, þegar maður tala við, maður nefnir það, þú er áhuga á því sem þú ert að fjallum og það er bara geggjað. Það smitur út frá sér við þann sem þú ert að tala við. Sko, þetta er rosa vikvænt, en ég held að það þarf að vera meiri skilningur almennt, líka bara hjá yfirvöldum og stjórnvöldum með þetta líka einmitt og þeim sem stýra ákveðnum sjóðum og svona, að við verðum að fara að opna þessar hurð og við höfum ekki verið að gera. Við þurfum að gefa tækifæri, þarna eru úti frábæra sögur og klárlega, Baltasar getur full fjármagna sín verkefni núna sjálfur, hann er að vinna fullt fyrir Netflix og mun frábær kvikmynd gera maður, ég þekki hann ágætlega og bara ég elska myndina hans og hann er svo bara frábær því sem hann að gera og ég meina, ég elska snertingu, það var einn persónulegsta mynd sem hann hefði gert og ég felldi tár, ég skal alveg ekki og ég bara meirari með aldrinum og ég bara, ég hlusta að fallega tónlist, ég græt, ég sé fallega kvikmynd, ég græt, ég sé einhverja fallega mynd, ég græt, ég les einhverja fallega bók, ég græt, ég bara alltaf grátandi. Já, alltaf grátandi, djöfisins mikið lögum ég gera þetta en jú, vegna þess að það eru þarna leikstjórar auðvitað sem eru komnir svo langt þeir eru búin að gera fyrstu, aðra, þriðju, fjórðu mynd og þá auðvitað eru búin að sanna sig, þeir eru búin að sanna sig gagnvart bransanum, þannig að þá finnst mér auðvitað, þá eiga þessir ungu og þessir nýju auðvitað fá tækjur þess að láta ljósið skína og ég held að við þurfum að gefa í þar og það er mín framtíðarsýn að innan 5 ára verðum við að fara að hleypa þessu út því að, og líka þegar kemur svona hiksti í kvikmyndagerðinu og núna út af þessum fjandans niðurskurði, ég segi fjandans niðurskurði því að sko niðurskurður getur drepið þetta skapandi flæði og það bara drepur allt sem hægt er að drepa. Við þurfum að opna, við þurfum að hafa þetta, við þurfum að láta þetta flæða aftur og taka sensa. Og taka sensa og í því felst, alltaf taka sensa. Já, en það er ekkert alltaf gert. Það er ekki alltaf gert og það sem er kannski líka núna að það mun taka tíma að endurræsa hjúna og ég bara vona, þú veist, ég þekki nokkra bransan sem þurfa bara að fara í eitthvað svona odd jobs eða þurfa að kveðja eilandið til þess að fara í eitthvað annað vegna að það er bara ekkert fjármagnan að við þurfum að, sko, ég held að stjórnvöld og bara þeir sem ráða ríkjum í að veita styrkjum þurfa að sjá heildarmyndina, við þurfum að huga að framtíðinni og þessi íslenska kvikmyndagerð, hún er orðin svo alþjóðleg, hún elur að sér bara þekkingu, áhuga og ástríðu fyrir þessu landi sem við búum í og við þurfum að hafa meiri þessa sín og það sem er kannski líka annað hjá Íslendingum og ég elska Ísland og ég elska Þýskaland. Ég er gæinn sem er bara rjóður í vöngum og öskrar frá sér allt sem hægt að öskra þegar maður horfir á landsleikina, þýska landslið spila íslenska landsliðið, ég lifi mér svo mikið inn í þetta en við þurfum að hafa, þjófarar eiga til að vera þóldi ferkantaðir en þeir hafa skipulagið og þeir gera langtíma áætlanir. Við höfum þennan íslenska sveigjanleika sem er frábær. Við ráðum við svona, það er þrýstingur, það er mikið álag og við förum alveg gegnum þetta. Við bara tökum það bara á kassan en sko, ef þú ert með meiri framtíðarsýn og með meira skipulag að þá balansaru allt það sem þú ert að gera og vinnur að upp á framtíðina miklu betur. Þannig að við þurfum að gera miklu meira svona 10 ára áætlanir. Vegna þess að þú getur ekki unni við þannig bransa að það er svona rokkandi umhverfið sem þú ert í að vinna við. Þú, sko, frá því að kvikmynd eða frá því að þú farð hugmyndar handriti og skrifa sér handriti. Þú þarft að endurskrifa kannski 2, 3, 4, 5, 6, svo þarft að fara í fjármagnum, þú þarft að þróa það, pitcha það erlendis til að fá erlenda samframlendur. Þá getur þetta alveg tekið 5 til 7 ár. Þess vegna er ekki vitlaust að vera bara með 10 ára plan fyrir öll svona verkefni og þú þarft að bara markvissari sín á hlutina. Þú þarft að vera skipular, þú þarft að vera með svona, ég myndi segja allavega 10 ára áætlun. Og ef þú ert með svona langtíma áætlun og meira skipulag, þá flýtur þetta betur og það verður ekki þessi hiksti, það verður ekki þessi æsingur, það verður ekki þessi hræðsla eða ótti eða kvíði vegna þess að þú getur unnið í þessum bransa sem er fullu skilningur á
og þú ert að gera eitthvað sem skila sér margfalt tilbaka. En það sem ég óttast, að þegar ég hugsa myndina sem til dæmis tökum dæmi Clerks Já, eftir Kevin Smith eða El Mariachi eftir Rodriguez, Já. þær kostuðu ekki mikið. nei, Og það sem ég óttast að það sé alltaf verið að hugsa svo mikið bara, ég get ekki látið þessa manneski fá 500 milljónir, þetta er svo mikið peningur. Ok, við erum ekkert að tala um þær upphæðir. Við erum að tala um kannski læri upphæðir, styðja við bakið á kannski framtíða Kevin Smith Íslands algjörlega. eða Rodriguez, Einmitt, ólíka myndir, Já. kostuðu ekkert mikið, svolítið dreifum áfram eitthvað ástriðu, einmitt. að því ef við segjum alltaf bara nei, þá þarf það fólk ennþá meira að harka í staðan fyrir kannski hjálpa þeim smá, Algjörlega. að þetta þarf ekkert að vera 100 miljóna. Alveg saman og ég hef alveg séð verkefni inn á borð hjá mér sem stundum fengu ég vel ekki styrk en ég samt að fá einhver independent verkefni til mín og ég bara hjálpa til við að koma því á A-lista kvikmyndahátíð og svo allt hann bara fær myndin boð og þá bara wow, óað kvikmynd gerð fyrir lítinn budget en fær samt þetta boð á þessa A-lista hátíð og þá geta þessir þarna kvikmyndgerðarmenn gátu þá sóttum ferðastyrk eða gert stafrænt eintaka þessari mynd, sko, þannig ég líka að segja jú, vegna þú þarft ekki að hafa þessar, sko, ég allavega styð það heilsugar að gefa meira ungu kvikmyndagerða fólki, bara þannig að það líður bara vel, eiga þennan dialóg við fólki og líka hitta það undir 4 eða undir 6 eða undir 8 augu, fyrir ekki, bara leyfa því að hitta þig, tala við, vegna þess að það hefst alltaf á þessu samtali og þá færðu þessa sín og þú þarft ekki endilega að fá strax hann að fullskipa handrið, þú getur fengið story treatment eða story outline, þú sérð einhvern hvert sagan er að fara, er hún alþjóðlegur, nær hún til þessa nær hún til fólks og er hún að segja eitthvað og mér finnst eiginlega, það sem mér finnst með kvikmyndir eða sjónvarpsþætti og ef ég horfa á eitthvað sem ég segi að myndin tala til þín þegar það er eitthvað sem þú ert búin að hugsa lengi og þú sér það á flatskjánum eða þú sér það á kvikmyndtjaldinu, þá er hún að tala beint í þín og það er svo yndisleg tilfinning og ég vil meina það í þessu súrrealíska stjórnmála ástand sem við búum og lifum í dag að þá geta kvikmyndir og sjónvarpsþættir gefa okkur von betri heim. Við þurfum að geta talað það sem er að og ef þú getur gert það með þeim hætti, það er svo frábært og líka þú sér bara senur, engin samtöl en bara þessi sena segir allt sem segja þarf. Og bara til þess að svara spurningunni, jú, við þurfum að vera duglegir við að gefa þessa ungu kvikmyndagerða fólki, annars missum við þetta fólk. Já, það er ég hættur. Og við þurfum að grípa hvert einasta dag til þess að lefa því að fljóta og þeir leikstöðar sem eru komnir frá, þú veist, komnir 40 pluss og þeir eru búin að gera sína fyrstu 2-3 stöttmyndir og þá fara sín í djúpulöfun að gera sína bíómyndir. Eftir 3 kvikmyndir, bíómyndir, þá fyrst mér alveg komið tími til að þá eru þeir búin að fá sko bæði bíja og masterskráðuna, jafnvel doktorskráðu og þá getur hann full fjármagnað sín verkefni bara algjörlega eru líka með þennan aðgang að alþjóðlegum þarna bara alþjóðlegum framlöndum og sjóðum og fleira, þannig en núna finnst mér að hleypa það er eins og með Star Trek, The Next Generation, hleypa því að gefa því tækifæri. Mér finnst það bara svo mikilvægt að því ef við ætlum bara að treysta á horfum á svo stóru gæja, Spielberg, Scorsese, þeir eru bara eins mikið og ég elska þá, þeir eru bara freka gamlir, skilur þeir eru svolítið gamlir og við erum með stærsti leikstöri heim í dag Nolan. Mér finnst það byggja spurning. Stærsti leikstöri er Christopher Nolan. Ég er bara að teka undir. Hann getur selt hvað sem er. Bara, þú veist, bara, og mér finnst líka það, þú sér það bara og ég segi bara ef Chris Nolan farið að bóka flugu 22 ára sumarfrí, það var rosa vinna við Odyssey, segi ég við hann og hann alltaf sér að taka sumarfrí og taka sér langt frí milli. Hann var að hugsa endurgera eina fyrstu myndunum sínum og hætti við það en ég held að það verið Memento en jú. Alltaf hann að endurgera hana? Já, hann alltaf að endurgera hana og svo var hann ofan á Oppenheimer og svo kom Odyssey. En ég er sammála, ég verð að segja það, ég er búin að segja Odyssey núna 2 og ég var nú að segja það, ég var gaman að segja frá því, ég ætla nú ekki að monta mig, mér er svo vænt um það, því að ég hugsa bara, það er einhver sem, þú veist, já Kristof, þú er gaman að þessu og fólk tristi því sem þú segir og þú veist, þú er búin að fylgjast með þér, þannig að myndform sem er að dreifa, The Odyssey, Universal Pictures myndinni, fengur leyfi til þess að bjóða 5 manns á bara sérstaklega pröfu síningu bara vikuna ánum frumsýnd. Þeir megi bara bjóða 5 manns á Íslandi og þeir bjóðu mér
og mér þú rosa væntum Já, og ég trúi kessa, því. en hérna, jú ég alls saman, þetta svona old school þarna filmmaking, en Chris Nolan svo gæi sem tekur þetta algjörlega hann gerir þetta bara svo vel og þú trúið svona að horfa, menna þeir að róa hann að langskipinu og þeir eru bara að lenda í þessu mismöndi landslæðsiðinni meðan svo Ísland og tekinu Íslandi líka, en jú, hann er það er svo mikil sannfæringar, hann gerir þetta af svo mikil eldmóð, hann gerir þetta af ástíð og hann er, hann er reyna núna að sína fram á það, hann er eiginlega svona þessi gæi sem er bara þessi sem bara að segja, er að berast fyrir því að gera bara, ekki, þið þurfi ekki að einbina á tæknibreytunar, CGI, allt þetta, gera bara sterkar sögur sem eru bara, Odyssey, byggt á, þetta kveðskapur, Homer, hvað er þetta, margra, alda, kveðskapur, en poppar þetta skemmtilega upp og utan hann mjög svona dálítið poppaðan dialóg, hann segir fuck off, tvisunum við undurlókina við mataborðið, ok, en allt annað er svo frábært og hann nær til fólksins og það var gaman að fara, og ég er búin að segja hann tvisvar, að það er svo gaman að þú sér svona kvikmynd sem fangar athygli breiðs aldurshóps, það er athyglisverða mynd, hún líka að segja það sem kallast á enskri eða svona fagmáli repeat business, það er að segja konur menn fara á hana oftar en einu sinni og ég vona bara að þetta haldi áfram og þú kemur enn oftur frábær punktur í þær. Ég skal alveg viðurkenna að maður sér þess að nú er Clint Eastwood, hann hættur að leikstýra, hann tilkynnti fyrir 2 mánuðum að vera hættur að leikstýra. Er ekki líka 94 ára? Hann 94, hann kom alltaf mömmu sína Óskarinn þegar hún var orðin 92 sko, held ég. Hún var eldgömmur, hann tók hann alltaf með sér á Óskarinn. En ég skal líka viðurkenna eitt, þú horfir á þessa gömlu leikstjóra og leikara og svo fara þér yfir móðuna mikla, að þá fæ ég tár í augun. Vegna þess að þú tengir það við fyrstu minningu, þú sátt myndir eftir þess aðeila í fyrsta skipti, en jú, það er máli og það er ekki svo margir hann núna úti sem eru, það er frábært að fylgjast með núna með þessari YouTube-kynslóð, hversu lengi hún verður hérna, en hún kemur samt sem á líka með nýjar eiturbeittar sögur sem fanga hennan heim unga fólksins, en við þurfum náttúrulega líka síðan að huga að eldri markofnum og hvaða leikstjóri geta gert kvikmyndir sem munu fanga þá athygli þessa eldra fólk sem kannski meira heimi á sér með hann risastóra flatskjá og horfa á eftir COVID. Hvaða aldurshópur fyrir helst í bíó? Það er ekki 60 plus. Nei. Þannig að verðum við ekki líka einmitt að taka inn eins og Kane Parsons og Cory Barker þetta lið, af því að ég get eiginlega lofað því, tvítut fólk, það er ekki að bíða eftir næstu Spielberg-mynd. Nei. Það sást bara með Disclosure Day. Því miður, yndislega mynd, það var svona E.T. Long Way From Home undir lokin, en ég ætla ekki að spoila endirinn, en ég elska Steven Spielberg, en ég sammála. Þú skilur hvað ég er að fara? Ég er að það unga fólki fyrir bíó. Þú fórst örugglega oftar í bíó þegar þú varst yngri. Ég fór miklu oftar í bíó þegar ég var yngri. Ég get ekki með það saman. Ég fór 2-3 í bíó í viku vegna þess að miklu meira úrval. Ég sammála því. Við getum aðeins líka að koma inn á það, því að nú eru rosa mörg bíó í Íslandi farin að sýna gamla myndir. Það var ekki í gamla daga. Ég veit það. Og þá spyrir maður sig af hverju. Þá þarf ég að segja þetta sem ég hef upplifað, en ég segi það bara aðeins á eftir. Okay. En þetta er frábær punktur, en það sem mér finnst líka flott mót, ég ætla ekki að segja að það sé eitthvað kerfi til, eða þú er að fara eftir einhverju formúlu. En eins og með YouTube-kynslóðana, það er svo frábært, menn að tvíbörnir mínir sem eru að verða 18 ára nú í lok nóvember. Þau leiddu mig gegnum allan sannleika hennan heim bak við þessa leikstjóra, eins og Obsession, Backrooms, og þá bara, vá, þetta er svona allt öðuðsi. Þú fangar athygli með þessu umhverju sem skapar. Og loksins allt henni farið grænt ljós. YouTube-leikstjórnir fá að gera sína bíómynd, beint á tjaldið, og þá er það double effect, eða double impact áhrif, vegna þess að þú færð síðan þennan hóp sem fylgdu þeim á YouTube. Nákvæmlega, þeir eru að sína aðdándur. Algjörlega, og þessi kannski hópið var svona aðeins bara allt henni bara sick free, en að gæsalappa, einhver tíma. Ef við höldum þessu áfram, nú er ég bara að hugsa ok, nú erum við að reyna, ekki aðgreða, en við erum að reyna viðhalda bíóferð unga fólksins, halda áfram að gera myndir sem fanga þeirra hugamenn. Annars lifa kvikmyndur svona ekki af. Algjörlega. Það held ég sé bara staðreynd. En ég vil freka fá þetta unga fólk með Pop og Coke eða Pop og Pepsi Max eða hvað sem eða bara gulrætur eitthvað eða schnitzel eða pretzel, hvað sem að fara frekar í bíó. Bæði vegna þess að
held að þetta er svo skemmtilegur heimur og líka það sem ég vandist, ég var erlendis í námi, bæði Þýskalandi og í Skotlandi, var þegar maður fór í bíó, þá var ekki bara, maður fór ekki bara þegar kreditlistin byrja að rúla upp heima, fólki bara Speedy Gonzales bara farið úr salnum, ég er eftir og ég er að horfa á kreditlistan og ekki bara með að horfa á kreditlistan, heldur eftir að bíóferðinu lauk úti, þá fórum við félagarnir bara á veitingastæði eða bar og heldum áfram að tala um myndina og spjalla myndina og það er það fallast í heimi og mér finnst með allir vingur fyrir leikhúsum, þá finnst mér ég bara meiri bíókall og mun verða til eilífa nóns og já, mér finnst það bara svo frábært og nú svo þurfum við að huga að eldri kynslóðinni og við náðum, Chris Nolan nær athygli eldra fólks því að Odyssey er svona skýlaust eða frábært dæmi mynd fyrir það fólk sem fer kannski að það fer bara einsni bíó ári, þá er það Odyssey og mér finnst Af hverju? Ég held að Hvað hefur Nolan? Af því hann, ég meina, Oppenheimer var sjúklega vinsæl. Hún var æðisleg. Það er bara eitthvað biopic algjörlega. Skilurðu, það er ekki svona... Nei, en hann kannski, þessum tíma þá er náttúrulega stríð Úkraínu byrjað. Við erum að sigla í það að, sem upplifði líka sjálf þegar maður var yngri, maður auðvitað hafði ágjör á þriðju heimsstyrjöldinni og Já, ég var ekki með að tengja það. Kannski. Nei, og það er kannski líka það er bara, þú veist, þess vegna ég segja, það er svo frábært. Ekki þá þú eru að vera mikla predikun í gangi. En það er svo frábært og það þarf að vera dálítið áreynslulist. Ég þoli ekki, þú veist, þegar það er verið einhver rembingur til þess að koma einhverju áleiðis. En ef þú horfir á kvikmyndið eða sjónvarpsþætti sem bendarunur bara á dálítið mein sem er í þessu samfélag okkar, þá náum við gríðarlega áhrifum með því. Og eldri markhópurinn er svo sannlega, ég meina, eldri markhópurinn stíla sem meira og fer meira kannski þessar leikhússýningar og ég meina, en við þurfum kannski að fá líka efni og þá náttúrulega Chris Nolan og vonandi einhverju fleiri nýja leikstjóra, svona method leikstjóra líka, að gera eitthvað sem vekur athygli eldra markhópsins og ég enn og aftur, þetta er bara spurning líka balans. Í dag, mér finnst margt að hafa breyst eftir að, ég veit ekki hvort maður getur sagt að COVID sé búið, en þetta var rosa tímabil sem við upplöfum í kringum COVID. Þú manst það sjálfur, hvernig það var alltaf bara þetta var bara, ég meina, þú veist, ég kynntist konumyndum betur á bönnunum, alveg við sko, og það maður var að vinna heima. En það var líka svo margt sem ég fann fyrir í COVID-inu, það alltaf bara, stendur við á fyrir dyrum og ég ætla ekki nefna landi sem þetta byrjaði í, en ég vil meina að það hafi byrjaði á Rannsóknastofu í Kína. En það er eins að nú er ég bara strax fann að skrifa science fiction handrit eða eitthvað. En sko, maður lærði bara svo mikið á bara þetta empathy eða þessi ást og þessi bara samúð fyrir nágrannum eða bara, þú veist, við sem þjóð, við sem fólk að reyna að styrkja hvort annað og komast í gegnum þetta. Og þá vil ég meina að eftir COVID að þá núna finnst mér, það er brýnt eiginlega, finnst mér líka og bara haldið áfram og enn og aftur. Ég vil ekki að þetta komi fram með eins og einhver predikun hjá leikstjórum eða framleiðendum að gera svona mynd til þess að koma að þessum boðskap áleiðis. Mér finnst sko myndir eiga að vera þannig, það á ekki að vera neitt rembingur og þú átt ekki, það er bara hver sem þú ert, áriðu sjálfur bara mynda sína einn skoðun og það náðu að vera. En þess vegna finnst mér skipta miklu máli að við þurfum að gera, ég er ekki allast til þess, en við þurfum að sjá meira svona mannlegar sögur og núna vil ég beina svolítið að þessum stærri stúdíum í Hollywood og það er komið bara, ég elska Marvel, ég elska ofurhetjur, menna, þú veist, ef einhver myndi spyrja Kristó hvernig ofurhetja myndi vilja vera og ég er orðin 60 plus, ég sagði Iron Man, mér langar eiga búningin, en minnst það svo geggjar hann Robert Downey Jr. En mér finnst margt hafa dáið með Endgame eftir hann og Captain America fór hann 2018 og eftir það fór Disney og Disney Plus að fara að gera myndir og svona með líkt þekktari karakter og gera fleiri svona ofurhetjur og svona komið bara mettun, það komið svona bara komið þreyta í mannskapin og þeir gæðin duttu niður og núna bara, núna þarf aðeins bara, það er búið að vera rosa uppsagnir hjá Disney Plus og svona minnst það ömurlegilegt fyrir fólk sem missi vinna, ég veit alveg hvernig svoleiðis tilfinning er, en við þurfum alltaf líka að huga því að við þurfum vel að, maður spyr líka, þú veist, ungt fólk í dag, hvað er það sem fær þetta að fara í bíó? Og ég heyri marga segja,
mér langar bara að sjá eitthvað fast, eitthvað svona öðruvísi, eitthvað sem ég ekki tengt við. Þarna ertu komið með það. Og núna þarf bara, segi ég á ensku líka, less is more. Betra að aðeins að taka meiri tíma í að skapa og skrifa. Og núna finnst mér núna með hjá Marvel og líka DC, mér fannst, Superman myndinni fyrir, ég elska hana, mér langaði bara, ég elska þessa mynd og því að hún var svo poppuð og við þurftum ekki að fara gegnum alla fossuna, hvernig Krypton og hvernig sprakkplánri á hann bara, og minnst þú frábært með hetju og hann með glóðrögu, þú veist, það var sá smá blóð og hann var lent í áflugum, þá hann sé ofurhetja, þá sann sem að tapa hann einnig baráttunni og það gerir það verkum að hann bara eins og ég hann er ekki mannlegur ég veldi samt að ég geti flóið eins og hann, ég elska hann og ég elska tónlistin líka í myndinni. Supergirl gekk ekki sem skildi því miður en mér fannst hún bara ekki virka hún virkaði ekki því miður og verið bara, ég fór á bíó og gerði svona strákadagur svo bauð starfnum mínum týpara sinnum mín á hann og þú veist, það var ekkert sem stóð eftir hún flög ekki í mig því miður og núna vonaði bara það sem að gerast núna með Marvel, ég held að það sé að nú þurfa að, þú veist, það er smá held ég smá taugastarringur í gangi hana, það er smá ég held að þeir eru að hugsa núna bara, nú, hvað þurfum að gera, við þurfum að bara vinna allt saman og ég held að það muni takast með Avengers Doomsday og menn eru þarna eru að sjá Robert Downey Jr. koma hana sem Hvað finnst þér það, persónulega? Já, það verður gaman að sjá, ég meina, ég er ekki að spóla Er þetta ekki desperate move hjá það? Fáum aftur gæjan þeir að borga held í $100 million fyrir þessu 2 myndir eða 80 millionir þetta er eitthvað fáránlegt sem er að borga honum þetta er, og Captain America aftur já, við erum ekki að spóla það sést í Captain America í nýjasta trailer það er í trailerinu, þetta er ekki spoiler en þú veist, hvað er það að gera? Ég held að þetta verður svona ákveðin ég segi elskýrn eða ekki elskýrn, við skulum sjá til talandi þetta, 18. desember þarna hefur við að tala tvær stóra myndir sem byrja á sama tíma 18. desember, bæði náttúrulega Avengers Endgame og Dune Part 3 og þá hugsa maður, ok, Denis Villeneuve vel á minnst, ég get ekki bið eftir James Bond 9 Denis Villeneuve er leikstjórinn og handisöfundur er engin annar heldur sá sem skrifaði Peaky Blinders ég er bíspentur, en það er hans að þá eftir að, ég vona að við sjáum ég held að þeir alltaf tilkynna nýjan James Bond leikara Lokás, er það ekki? Ég er einhverju að tala eftir mánuð, ég held að sé frekar alltaf verið ekki bara jólagjöfun í ár og vonandi einhver flottur gæi, ég veit að hann á að vera 30, ég er svona smá Ég vil óþekktan Takk fyrir Hann má vera aðeins, mér finnst líka að hann megi vera alveg eldri en ok, Nei, ég vil yngri Ok, þú vilt yngri vegna þess að hann er þá gera hann samning hann þarf að leika í næstu 5 eða 6 Já, svo tekur svo langar tíma að búa til þessa myndir Algjör, hann líða 3 til 4 ára á milli og svo eldist hann bara, það er bara flott, þá eldist hann bara með honum og en við erum að tala um Ok, Dune og Doomsday Já, ok, það verður alltaf töff þetta tókst með Hvor verður vinsælli? Sko Þetta er létt spurning Já, sko, ok myndi sem opnar með meira fær meiri innkomi, það er Avengers Endgame Nei, Doomsday menna Ég Doomsday, fyrir ekki, sorry Ég meina Avengers Doomsday, sorry, takk fyrir að leira þetta jú, vegna þess að það er bæði yngri markkópið þar, hún verið sannlega bönnuð innan 12, jafnvel yngra og hún byrja, það eru bara hún sprengir að sér skalan, það finnir þau konar út með nýtt format, þannig að allt búið að bóka IMAX með Dune Part 3 en sko, jú, hún verður starri í opnun en mynd, já Og heildatekjur Heldur það ekki? Jú, Já, þú þurfa að veðja núna Já, sko, ok, Dune og kemur að, ég kiki, hvað er kristalkúlan? Ég er ekki að segja að Doomsday verið betri Nei. en ég er heildatekjur og vinsældir er það ekki klart mál Fyrsta Avengers-myndin í 7 ár Jú, hún tekur meira inn og Dune fylgir alveg svona í kjölfarið en hún er með aðeins svona þrosk fyrir ekki, ég mendi ekki ég elska alla bíóhópa, hún er svona aðeins þroskari, þú veist, eða svona 100% þroskari markhóp, þú veist, eða svona eldri Við tölum bara hreint út hérna, okay. Kristóf, þetta eldri dúttar Ég held að þetta sé vandari mynd vandari mynd, en hún verður meiri, sko, ég kalla hana, sko Braveheart í sandi, það verður svona meira eða gladiator í sandi, það verður meiri átakamynd, það verður meiri bardagamynd
og talandi tónlist, ég elska Hans Zimmer, hann eiginlega, þú veist, mér langar svo mikið að fara á tónleika með Hans Zimmer, mér svo frábært hvernig hann býr til ný hljóðfæri fyrir hver einustu mynd og hann tilbúin að leggja, ég byrði hann greiði ekkert á því, hann uppgötar unga kvikmyndaleikstöra og bara ákveður að bara setja pening í það og gerir tónlistina og bara slæðir af, gefur meirinn lítinn, meirinn 50% afslátt, vegna þess að hann trúr á þessar ungu kynslóð. Geggjað. Hann að gera það sem við erum að tala um. Hann að styðja við nýja rættir. Hann ég er búin að sjá tónleikamönnum á Blu-ray, ekki að það í skínu, ég elska þetta, að sjá gæjan spila, veistu, og náttúrulega ég stoltur hann þjóður eins og ég, stoltur honum, en eflaust, Avengers, Doomsday, hún, heildartekjur verða klálega, verður svona meiri tekjur þar heldur en á óháð gæðum, ég er bara að tala um að þið þarf að koma á sama dag, þetta er keppni. Þetta er keppni, en við þurfum á svo aðhalda, enn ofta, við blásum lífi í eins og Cuba Gooding Jr. saði Jerry Maguire 1996, show me the money, þannig að þetta verður geggjað fyrir kvikmyndahúseigendur og ég ætla að fara að báða saman dag. Heyrðu, ég ætla líka. Ég ætla að gera bara Doomsday. Heyrðu, og ég ætla að tjálta fyrir utan bíóum. Bara mæta með 66 gráða norður og bakbókan og vera deginum áður og fá mér bara orkudrykk og drekka klára kassa bara og ég er eins og þú, ég elska þetta og þetta er bara heilbrot ég held að við séum að sigla í jákværa þetta er búið rosa erfitt hjá kvikmyndahúsaeigendum og minn taktur slær svo mikið að hjarta slæri þeirra átt, ég elska bara að fara í bíó og það ég mun aldrei þeirra að segja það og auðvitað geggja að sjá, þú veist, ég segi líka streymi þætti ekkert mál, eða bara streymi þættir fyrir streymi utan gerir bara flotta streymi þætti, þá bara geggjað og maður horfa það heim í stofu en bíómyndir eiga að vera bíómyndir sem maður horfir á í kvikmyndahús og ég hef oft sagt eins og með Netflix, ég einhvern veginn tala við eina Netflix manneski sem ég hitti, hún var frábær, enskur framleiðandi sem var eiginlega content leader, hún var þá að veiða norrænar sögur til þess að gera Netflixer og hún framleiti Trolls myndina, mannstu drenni sem ekki norskmynd, frábær, mér finnst það betur en Godzilla. Það kom 2 eða ekki? Kom 2, setni myndin ekki eins góð, fyrir myndin miklu betri, mér finnst það betur gerð heldur en Godzilla eða King Kong og þá hann mikið satt sem Borna gerði. Hún þannig að hún bara var að vinna í því að uppkvæta bara efni fyrir Netflix. Og það hafi verið Netflix bíómyndir sem ég segi, hversna voru þau ekki í bíó? Ég get nefnt eins og Trolls, þetta fannst mér eiginlega geggjumynd sem að hefði átt að fara í bíó og fara síðan beint í jólastekkin heim til ömmu. Hún var ekki sýnd í bíó, hún átti það skilið. All Quiet on the Western Front, geggjumynd frá þýskum leikstjóra og þetta er ekki sagt bara vegna sem ég er hálfur þjóðari. Þetta er besta útgáfan af All Quiet on the Western Front, 2 útgáfur verið gerðar, ein MGM frá 38 og svo kom sjónvarpsmynd 79 en þessi mynd þýska og geggjuð þau breytti aðeins endurnum, það var nefnilega í bókinu var þannig að 11. nóvember klukkan 11 þá reis hann upp höfði og þá var komið sami vopnalið, bara stríðið búið þarna 11. nóvember klukkan 11, 1918 og hann rís hann upp og það leyniskipt hann sér dúfu, hvíta dúfu og hann er skotin í hausinn og hann deyr karakterinn hérna í bókinni og þannig var það sýnt í þessum báðum kvikmyndútgáfum en í þýskútgáfunu 3. þá er það önnur þá er hann bara fer hann út og það er frakki sem stingur hann með byssusting og í bakið og þannig deyr hann en þessi mynd er frábær og hún ég held hún að fara ég veit ekki hvort hann að fara einhverja dreifingu bíó og hún átti svo sannlega skilja að fara á Breiðtjaldið. Þeir eru voða hræddir það Netflix. Já, ég myndi gera þannig, hvers vegna ekki gera bara ákveðna strategíu, bara markaðsherferðin svona. Netflix, alla myndir framleiðslukostnað sem fer yfir 100 milljónir og við erum að tala stóra episka bíómyndir. Setja þar fyrst í bíó. Apple fyrir að gera það. Apple geggja, ég meina Formula 1. F1, Killers of Flower Moon. Nákvæmlega. Ég myndi segja ef einhver, þú veist, þeir tapa ekki neina því, en ég myndi samt segja ekki 2 vikur, heldur mánuð. Leiðum að fara fyrst í bíódreifingu, vegna svo meðan hún er í dreifingu,
reyna að fá alla dómana sem þau getur síðan notað í markaðsherferð fyrir myndin hún fer á streymi mánuð eða 2 mánuð setna fyrir þá sem kjósa sjá hana síðan setna bara heim í stofu. En allavega stóri episku myndinar gefið, ok, þau þurfa að borga eitthvað fí til kvikmyndaseiganda, en svona, þá líka skapar að meðvitund þessa stóru mynd, hún bíó, þú veist, fer síðan reyndar í streymi, kannski mánuð, 2 mánuð, 3 mánuð setna, en Apple TV gerir þetta, bara frábært, og Netflix mætti alveg gera meira þessu, myndi ég segja. En má ég aðeins spyrja út í það, því að við erum að tala streymisveiturnar, því það var bara ekki til. Nei. Bara, því ég svolítið svona 90s kall, ég fæddur 83 og þannig að þegar ég alveg upp á mínum mótunar árum, þá ég að upplifa 10. áratuginn, sérstaklega Hollywoodmyndum sem var bara... Ég elska þetta tímabil líka. Ég meina, mér störlar áratugur, svo maður lítið tilbaka og þú horfður kannski bara okkur svona miðlungs 90s mynd, það betri en 90% þess að við gerum í dag. Já. En það sem ég vildi segja með streymisveiturna, það var ekki til þá, það var bara vídeolögur og kvikmyndahús og svona. Þessi bransi, þessi streymisveitu bransi, nú allir konum með streymisveitur, þetta gott fyrir kvikmyndiðnaðinn eða þetta slæmt? Af því þú fær alltaf, það aukin vinna, fleiri þá sem geta gert bíómyndur og þætti, það gefur auðvitað, en kvikmyndahús hljóta aðeins að líða fyrir þetta, það hlýtur bara að vera, af því að eins og Netflix, þeir eru vorhættu að senda myndir í bíó, eða að fara í bíó, það er eitthvað svona viku, sýningu í dagmörku, eitthvað bla bla, og þetta kom að streymis, veitu. Þetta gott módel? Sko, það kemur líka mjög góðan punkt, enn og aftur, hól til þín, vegna þess að fólk alveg með þetta, heyrðu, út af því að fara í, hún fer á streymi eftir mánuð eitthvað. Já, akkur er fyrir bíó. En áttur, þá þarf bara að skapa eitthvað rosa skemmtilegt og spennandi, kannski bara ennáttur eins og ég vísa þarna í back in the 90s og þegar maður var að promóta og markaðsetta myndir 95 til 2007, þá bara stick to the old marketing tool, þá reyndu að endurskapa eitthvað úr myndinni, kjarnaði það og setja það og framlengdu þessar bíó bara upplifun. Ég man því var að vinna myndismakki á það hérna fyrir en því ég gerði Fast and Furious og þá var ég með bara Fast and Furious sko dag, þannig að við fórum hérna, það var bíóborgin þá, vorum með frumsýningu á The Fast and Furious, bíósýningu þar, svo þegar bíó búið þá fór fólk hérna út, fekk að reyndar orkudrykk hérna á leiðinni og svo voru bara strætó sem beið eftir fólkinu fyrir utan og við keyrðum á strætó niður hérna á þarna hvað heitir listagalleri hérna niður í Reykjavík, niður í miðbæ hérna. Ég get ekki hjálpað það. Ok, sorry, ég veit að þú ekki hérna, ok, sorry, en allavega fórum við niður í bæ, niður í þarna miðbæ Reykjavík og þar fórum við í risabyggingu sem var svona og svo bara, já, og þar voru búin að stilla upp 250 bílum, mótorhjólum og fleiri, þannig bara fólk fór bara beint í Fast and Furious party. Það geðveikt. Og það bara fólk var að segja, ég held að það var bara þessi bíósinni, eða kemur meira það. Ég vildi lengja þetta. Og það var Talk of the Town fyrir ekki að slettin, sko, það voru margir þetta er svo frábært, auðvitað kostar þetta en þú lengir Þú fær þetta ekki heima? Nei, nákvæmlega. Það er málið, þú getur ekki horft út í sjónvarpi. Og það er þetta sem ég er búin að vera aðeins að tala líka mína kollega, mér finnst þetta vantar dálítið í dag, þú veist, þetta er svona algjörlega. Þú veist, við setjum bara samfélagsmeila, já, en þú veist, það er engin rembingur kannski beint lengur. Hvers vegna ekki reyna að eins og með næstu James Bond mynd sem kemur út eftir, nú lítið Kristallkúluna, vonandi, við vitum það ekki. Það er líka spurning, hver verður hérna óþokkinn í þessu, ég veist, mér dætti ég gerfugreindir en sæse, fyrir ekki þýskanofni, ég segi sæse því ég blóta. Ég er ekki að fá eitthvað, við erum búin að fá það missan og sorry, það var glatað. Ég veit að tókst ekki og það er ekki fyrir mig. Nei, nákvæmlega, við erum að velja eitthvað og við erum ekki með einhverja brjálaða rússa sem er að ná sér eftir ósýrunum í Úkraínu, en hérna, þannig að við þurfum að hugsa þetta betur, en hérna, jú, ég held að sé þurfi núna að hérna, ég held að þú getur, ég man líka eftir, þú veist, talandi svona markaðsherferðir og svona, ég man eftir það var og þá fekk ég líka velum fyrir það og þá fekk ég frá Evrópu, frá París það var markaðssetninga á myndinu eftir Jean-Pierre Jeunet Amélie, ég elska þessa mynd ég elska þessa tónlist og einhver sagði, Kristó, hvernig getur þú poppið svona franska mynd, svona listan, já, hún er æðisleg og ég hugsa bara, hvernig get ég tengt hana við út í þetta samfélag, fekk ég konceptið belgískar vöflur og bara fransku kaffistæður Kaffi París, bjóða til og konceptið var þannig að þeir sem fóru þá ákveðin dag eða voru með bíómiðan Amélie fóru þá bara pöntu sér franska vöflur eða fengu þá bara svona kaffi à la France og þá vann ég með Kaffi París og Amélie og þetta skilaði sér líka þarna fekk ég
bæði bara sem ég var svona targeting hópurinn fyrir ekki að slætta enskunni, að einblína á bara fólk sem elskar kaffús en elskar líka franska menningu, en svo poppaði maður þetta síðan upp og sagði, ok, ég bætti við belgiskum vöflum þetta líka. En þetta tókst rosalegt og ég fekk hringingu frá París að þess að við ætlum að nota þessa aðferð í öðrum territórum líka. Og þess vegna ég að segja, þú veist að spyrja mig, Kristó, hvað ertu búin að gera á þessum 30 árum? Það sem lifir hjá mér, hefur alveg bara horfið beint á það núna, eins og í Sergio Leónes Bakið Vestra, og þá segir bara skapandi hugmyndaðina, það er það sem ég elska að gera. Já, og það næri þig. Það næri mig og það er svo gaman að tala við mann eins og þig líka og fleiri, að það maður finnur það að það er, þú veist, svona gagnvirkt, að það er, þú talar, þú veist, af þessa ástríðu og þú fær bara mann með, þú smitur út það þér og við getum gert svo margt bara eins enn og aftur með þetta samtal sem við eigum. Og það, maður líður bara svo vel, við þurfum að gefa okkur meiri tíma að tala saman. Nú ekki bara kvikmyndir, ég vil bara tala þú veist, menna fyrir öllum, með allri vinningu fyrir fermingavíslum, það geta svona verið alveg drepleðilegar. Sammála líka það. En þú veist, við erum að tala bíó, einhverja kvikmynd sem við séð, eða sjónsáttaröð sem við séð. Þá alltaf bara finnur, þetta gæi sem annarkvæmt verkfræðingur eða verkamaður, en þú finnur eitthvað sammenningatátt. Og það að tala bíó, eða sjónsætti sem við séð. Og það er svo gaman að hlusta á slikt og þú veist, þá bara, það liggur við að maður mætir í fermingavíslu, maður endar á hlaðarstætti, þú veist. En það er svo skemmt. Já, algjörlega. En ok, þá ætla ég líka að spyrja með bransan. Ef við tökum Hollywood, finnst þér hann vera er hann á góðum stað? Erum við eins og Ásgeir Kolbeins, vinum eins og við núna komum oft til minn í þættina, hann vill meina það við, hann er þannig Hollywood bransan, kvikmyndabransan, þeir eru ennþá jafnast eftir COVID. Ertu sammála því, finnst þér hann á góðum stað í dag? Við tölum aðeins Marvel og svona, hver er þín tilfinning? Þú horfður svona yfir landslægi af þessum Hollywood myndum, þessum stórmyndum. Sko, þá erum við að tala þá líka sem stýra þessum fyrirtækjum. Sumir af þessum eru svona big corporate lawyers eða kannski menn sem í með allra virðingu virði, hafa stúderað viðskiptafræði eða hagfræði og svona, jú, allt í lagi, það er flott að leika sér og bara setja upp Excel-skjalið og jafnvel í saltmerkjunu, joke, en sko, það er ekki nóg, þú þarft að hafa þessa sýn og ég held að sé líka það núna að það er bara gott að við lendum, ég held að sko, þegar við lendum í áföllum, öll okkur lendum einhvern veginn í áföllum og við lærum bara að því, við eigum að læra að því og við þurfum að taka okkur tak saman, við eigum að svona, vera bara fyrir fram að spein og löðarónga, eða bara gefa okkur svona, bara slá okkur í andliti og bara svona aðeins bara, heyrðu, þú veist, hvað er að virka, en ekki bara fyrir það sækir hvað virkar og hvað virkar ekki. Ég held að sé núna, ég ætla bara að vera rosalega, það er ekki flókið, það er bara núna, bara sjá bara hana heim sem við búum við í dag. Það er út allt, það er svona skipulut kaos, það er bara, þú veist, það er, og þegar það er ekki þetta jafnvægi, þá elur það af sér kvíða og ótta og óvissu. Við þurfum að gera eða meira því að skrifa sögur sem ná bara til hjartans, bara eitthvað sem þú getur tengt beint við og þú hugsa tilbaka guðmgóður og það getur vel að Kristi kemur aftur þess að vann í gæi hérna á 70-aldri, ok, fær tár í augun og svona, en við eigum svo margt sameiginlegt og sérstaklega við náum til árunda með einhverja fallega sögu og núna þurfum við að gera meira því að bara tengja okkur meira við bara fólkið í samfélaginu og þú veist, og enn og aftur, það er gott að gera þessa listrænu AT-FAT myndur og allt þetta, en þú getur líka gert flottar bara genramyndir, bara afþrengamyndir sem eru líka ná til þín, til hjarta, til sálarinn, til þín og þú veist, þetta þurfum að, og ég held að fólk sé núna aðeins að taka svona, þú veist, ok, við vorum að tala um þessa YouTube leikstöða. Það verður því miður þannig að núna líka á næsta ári kemur Blair Witch Project ný mynd sem reyndar verja að segja það að það var ekki, sko, Lionsgate gaf ekki leyfa á það græntlösa vegna þess að leikstöri þarna Backrooms eða Obsession fór að gera sinni myndi. Þetta var löngu búið að sæna hann í að gera hérna Blair Witch Project sem verður ný tækling á Blair Witch Project kemur út á næsta ári. Að þá mun alltaf auðvitað þurfum að passa okkur að því að það verði ekki bara að það verður bara flóð af þessum leiksturum YouTube-kynslóðunar enn áttu balansar. Við þurfum líka að passa okkur að einu, það er alveg rosa mikið af frábærum hrollveikjum manna úti og sem er að koma.
jú, þær eru náttúrulega kostnaðarverðið, framleiðsluverðið miklu larra og þær skila helling að sér og allt þetta, en það er líka, fólk getur orðið þreytt á því. Ég er til að mynda talandi meina hrottveiki, ég hlaka mikið til að horfa á Resident Evil. Ég held að það verði eitthvað svona nýtt take frá leikstæra Barbarian og Weapons. Ótrúleg. Og verður gaman að sjá hana. En jú, ég held að núna það er kannski annað sem þarf líka að vara silningu. Það er rosa mikið núna eins og Paramount er að taka yfir öllu líkendum yfir Warner Brothers. Áður var Netflix búin að gefa tilbúið í það. Minnst hvort ekki hræðilegt. Já, það er dálítið hægt við það. Ég held að sé betra að leifa þessum stúdíum út af því að það er eins og með menningarsamfélag. Allir eiga sín séreinkenni. Ég vil frekar halda því þannig hvert einasta stúdíó bara vera eitt sér og hafa sitt identity eða ímynd. Það er svo hægt við að þetta verði Paramount, þeir sem alltaf taka yfir, Paramount sem taka yfir Warner eru búin að lofa því að það verða 35 eða 40 myndir framleiddar á ári og þá verður það bara fullt að gera og til dreifingar til bíó. En það er líka hægt þegar kemur svona stór kaka og þú ferð að fjölda framleiða. Þá verður þetta dálítið gerisneitt og svona steriliserað. Það vantar, þú þarft að kreista hann frumkjarna sem verður þá kannski ekki til staða lengur. Þannig að reyndar Warner, Paramount liðið búin að fá, þeir eru náttúrulega búin að vera með herferð líka í Evrópu, búin að heimsækja evróska kvikmyndahús eigendur og dreifingaræðla og líka segjum að ef að þið eru samþykkið þessu, þá fá þið líka bara þennan fjölda myndum til dreifingar í eitthvað kvikmyndahúsum og evróski armur er búin að segja já, við styðjum ykkur. En það er ekki komið samþykki fyrir þessi í Bandaríkjunum, þannig að við höfum öll að sjá hvað gerist. Netflix var náttúrulega búin að reikna út dæmið og fóru síðan ekki að bjóða meir heldur en sem gerðu og þeir hættu bara við, held ég bara lók janúar, en voru alveg með þetta borðinu og ætluðu líka að tryggja það sem þeir náttúrulega gerðu ekki áður, að ætla að lofa dreifingu á myndum fyrst í bíó og svo á Netflix, en glugginn er aldrei eins langur og Paramount er búin að lofa. Og hann verður að vera lengri. Hann er allt og stuttur. Hann er allt og stuttur, þá vegna koma þessu sama. Ef það er allt og stuttur gluggi, þá er náttúrulega neytandi sem þykir gaman að fara í bíó, en vill náttúrulega líka hugsa ok, það er alltaf dýrt að fara í bíó, já, en þú farið samt helling út úr því, að þá hugsa bara ok, það er svo stuttur gluggi á milli, ég býð bara til að myndi kemur á streymi. Já, eða bara ég býð til komin á net og getur stólið henni. Nei, ég veit ekki minnast á þetta. Nei, en það er bara raunveruleiki. Það er raunveruleiki, ég veit það. Og þetta erum við að berast við. Og ég er hjartanlega sammála í einu að reyna að, ég er ekki að segja að allt það sem var gert í gamla dag var betra, en sumt að því getum við tekið og fært í þetta umhverfi sem við erum í dag. Þannig ég er sammálaður í einu. Ég myndi segja allavega 3 mánuði. Lámark, og það var þannig, það var glugginn. Svo fyrir ég að hugsa þess lengur tilbaka, eins og þegar Dark Knight kom út, það kemur út í júli. Já. Ef maður rétt, þá kemur út á DVD og Blu-ray í desember. Heyrðu, þetta er líka rétt. Back in the days, 1987 til 1998 var jafnvel glugginn 5-6 mánuðir. Já, en mér finnst það eigi að vera þannig, af því að það sem gerist þá ert þú kannski heima hjá þér og það er að koma ný James Bond mynd og ef þú veist að það er 5 mánaða gluggi, þá getur séð hana, löglega, heima hjá þér á streymisveitu eða lektan á iTunes eða eitthvað, þá hugsaðu með þér, ég vil ekki missa þessu maður, ég verð að kíkja þessi bíó. En ef hún kemur bara mánuði setna, sjá bara svo Supergirl, óháð gæðumyndarna, þá er hún komin á streymisveitu, nei ekki streymisveitu fyrir ekki, hún er komin digital, þú getur leikt hana, hort hana heima hjá þér, held ég innan við mánuði eftir hún kom út. Allt og stuttur gluggi. Þetta er allt og stuttur gluggi, þeir eru bara að skemma sjálfur fyrir sér. Mjög góða punktur. Við ættum ekki bara að fljúa til LA bara í næstu. Við getum lagað það. Við ekki algjörlega ekki spurning, gefa okkur viku. Nei, mér finnst þetta samt ekki skrítið. Þetta er mjög skrítið, þetta er mjög góða punktur. Svo er annar punktur. Miklu skemmtilega líka að bjóða upp á þannan viðburð að sjá James Bond í bíó. Vegna þess, þetta verður dúndu mynd. Við erum komið með frábæran leikstjóra, Denis Villeneuve. Við erum með frábæran handrits höfund. Þetta verður geggjað. Ég veit að hann er byrjað að skrifa þetta handrit og þetta verður, og ég saman, þetta verður ekki eins þekktur leikur og við höldum. Ég er fyrir óþekkt. Það er kannski líka bara fínt fyrir hann að njóta sín það, því þá fara hann að þróa sín karakter sem James Bond. En það sem gerist líka á móti, að vera með hann viðburð og
sjáðu episkan James Bond í bíói, myndin verður frábær og ok, ég er dálítið old school Ég elska hvort viss. ég er dálítið old schooler í þessu ég kona að vera vitlaus á mig, ég þarf að fela þetta inn í bílskúr sko, ég var með svo mikið safna Blu-ray og svona, ég þarf að fela þetta þannig ég er að sko, in the midst of the night þá ég læðast þarna með frá veggjunni í bílskúr og fela þetta, en það sem ég geri, ég ára mynd og hún heitir mig Hjartastað og ég get ekki beðið, þá ekki að segja ég ætla að bíða þegar hún kemur á streymi eða verða þarna í skíinu, ég ætla að kaupa mér hana Blu-ray og sjá hana aftur og það það sem bíó gerir, bíó kveikir í þér og svona sannkallaður bíó, það ekki að vera við erum bíónördar, ég veit það, við getum leikið myndinni musteri nördana sem eru svona óbeint framhald af Indiana Jones en sko ég held að sé bara, þú veist, þetta svo frábært þannig að það bara, ef myndin nær svona tanganáldi, þá langar maður bara að eiga hana og ég verða að ég átti kaffisíbjall með mjög æskuvin félag með hún saman í skóla, í Hólbróksskóla hann mjög ötull og mikill hann stór kall í þessum viðskipta, hann svona viðskipta bara, jú, hann stór kall og hann sagði við mig hann hefur verið að taka þátt í stofnun sprotafyrirtæki og hann sagði við mig bara Kristóf, þú veist ég myndi frekar vilja fá vídeolöðunar aftur, þá fer all fjölskylda saman og þú bara verður allir sáttur að taka þessa mynd og þú heldur á henni, þú tekur henni úr bóksinu, setur henni í tækið við höfum það í hættu og þetta gerist á mínu heimili líka, þú veist, það eru allir kona mín ekki bíónörd, en hún alveg, þú veist, ég smita hana þessar bíást, hún fór með mér því ég kynntist henni blind stefnumót og geggjað, það var eins og ég búin að þekka hana heila öll, sko, yndisleg en ég held að sé meira þannig að vegna sem maður lendir í því við erum 4 og við horfum hvað við horfa í kvöld, ekki hafa svona föstagsbíó, bíópopp og svo förum við gegnum allt það sem í boði og það verður engin sammála það endar á því að ég bara einn með sjálfum mér, konan með sjálfum sér og tvíburarnir í sitt hverju herbygginu og horfa það verður miklu skemmtilega að fara vegna þess að þá ertu bara í þessu og allir taka halda á þessu dæmi og segja þið geggjað, ég man eftir þessari ég held á henni, mér langar líka að sjá hana En þú líka í gamla dag, þegar þú varst á vídeolögunum og kemur bara einu góða punkt, að í gamla dag ef við berum saman okkur og eldra fólki sem var að þessum tíma, þegar vídeolögun voru versus kynslóðin í dag sem eru alast upp fyrir Netflix í gamla dag, þá var þetta miklu meira commitment þú þurftur að fara á vídeolögu þú þurftur að borga fyrir myndina, fegst kannski eina gamla og eina nýja, þú þurftur að vanda valið, að þið svo ferðu heim, þú ert aftur svo að fara heim og þú þurft að skila myndinni, en það sem gerist er af því að þú setur þetta commitment, ef ég fæði slættið henni aftur, þú setur svo mikið commitment í það, þannig að ef að myndin grípir ekki fyrstu 10 mínútunum, þú ætlar að gera meiri séns, af því að þú ert búin að hafa svo mikið fyrir því, en í dag, þá ertu á Netflix og scrollar mikið, þetta er einhver digital pluggut, svo ítir okkar á mynd þetta er leiðilegt ítir bara escape, bara tilbaka, velja bara eitthvað annað þetta hefur áhrif á hvernig þessi kynslóð nýja athygli ekki til staðar það er mér máli það er sko athygli við gefum þú þarf ekki að vera litt fyrir þessu við gefumst í 10 mínútur það er líka, ég horf á fólk sem er að horfa á Netflix og það heldur á símanum sínum á meðan er það bíóupplifun? Nei, sorry, eins og Godfire, þú ert í Godfire ból ímyndar af Godfire kem í dag brúkuðsatri 30 mínútur eða 40 mínútur já, ef þetta geggja atriði sýndi einhverjum 15-16 ára þetta í dag hann bara gæti ekki algjörlega, og þarna, þetta er frá þetta er svo góð punktur hjá þér, gáðan að spalla við já, sömulegis en þetta er frábær punktur, ég held að við þurfum að ég meina, ég finna á mínum týpurum, við verðum 18 ára núna í lok nóvember þau bara fara í gegnum þetta alveg bara svona, en þú veist, stundum er athyglin hún er ekki alveg, þú veist, við erum þarna og við stöldunum við erum þarna og við þurfum kannski, og þú komst með góðan punkt áðan, þannig að þú sagðir, og núna í bíó það er svo mikið af retro-sýningum húnna og allt í einu bíópartís byrjaði með þetta reyndar og svo komið hinn bíóin nú er þetta öll bíón að sína ég elska þetta, það er uppsöld allar þessar myndir og það sem ég hef líka séð papparnir eða mömmunar með dætu sínum eða hvernig það er ég hef oft heyrt það í hlénu pappi, út af því að mynda svona miklu betri back in the days miklu betri og þarna erum við komið með góðan punkt, þarna erum við kannski líka að sína það að kannski getum við þessu líka og vonandi líka og leyfa þessum stíganda þó að sé
hægur stígandi sem virkar eðlilegri vegna þess að hvernig fylgist maður með manni sem að það er bara mannlegt eðli og þú sérð hvernig hann bregst við ákveðnum aðstæðum eða eitthvað sem verður til kringumstæður í myndinni og það er miklu meiri aðdragandi að því hvernig hann bregst við í staðinn í dag sko haldu mér, sleftu mér og bara Speedy Gonzales og bara allur sér hraði og einhvern veginn og líka bara horfa fólk bara, þú veist, maður bara horfa þetta líka, þú veist, að það er bara fólk með snjallsíman við hendina. Sem, þú veist, ég bara... galið. Já. En þú veist að Netflix... Ég veit það. Þú veistu hvað ég var að segja? Ég veit. Það sem Matt Damon sagði. Yes. Það sem hann er að tala það er sagt í rauninni bara við þá. Herðu, getið haft það þannig í myndinni Akkurat. að þið getið alltaf verið að minna fólk á sögþráðan að það er kannski Símon. Hvernig heldur þú að gæði myndarna séu ef að þetta er hugmynd og þetta er viðhorfið? Frábært. Þetta er klikkun. Þú ert að skemma þetta listform. Þú ert að skamma og þú ert að reyna á ofelda matinn. Þú ert að reyna í raun að það sem þú ert að gera með þessu er það að þú átt frekarlega árandunum að meta og vega og taka þetta bara inn með eðlum hætti án þess að minna á hvað þú ert að horfa á eða hversu þú ert að horfa á. Því miður, þetta er eitthvað svona enn og ofta við erum búin að ska bóka fund með Netflix og bara í næstu viku og við ætlum að leysa málin við leysum málin og það er bara crossfara í beinni hérna og hérna tökum kannski 10-2 vikur í þessu við erum jafn okkur á þóttuþreytinu líka en jú, þetta er alveg frábær punktur hér og þetta, þú veist, en með þessar retrosýningar bara æðislegt og ég bara elska þetta og hérna en það ásatt ekki að þurfa þess. Það sem ég meina með því, auðvitað finnst mér gaman að geta fara bara á The Thing í bíó eða Aliens eða Terminator 2, eitthvað myndi sem ég kannski misti af, að ég var bara ekki nógu gamalt, þessi var í bíó sinni tíma. Og ég fengi að upplifa eitthvað af þessum myndum aftur, eins og bara The Thing, eina af mínum uppáhaldsmyndum. Sama hér, uppáhaldsrottvækja mín. Já. 82 útgáðan, sem sagt. Og kemst á top 5 með mér, ekki nummer 1. Nei, sama. Elska The Thing. Að fá að sjá hann í bíó, allt hann upplifun. Það sem ég er að segja, ég er ánægð með það, auðvitað. En mér finnst svo skrítið, þurfum við að grípa núna í 40 ára gamla myndir af því að þetta er svo lélegt sem við erum að búa til í dag? Nei, ég bara spyr. Af því það er ekki nótist að drekkja fólk að. Nei, og Chris Nolan lifir ekki að eilífu. Nei, nákvæmlega. Hann lifir ekki að eilífu. Sko, og hann getur ekki einn að draga lestina. Heyrðu, þá komin annar hugmynd. Nú bara förum við núna í þriðju ferðin okkar og við erum að reyna að samina það og vera með hérna sumabúðir eða sumabúðir, segjum það bara lók sumars, Indian summer, lengjum sumari og vera bara með svona brainstorming fund með leikstunum. Ég held að fólk þurfa að finna þetta fyrir að frábæra punktur hér, það þurfa að fleiri fulltrúar að taka sér saman og bara svona think tank dæmi, bara hugsa, þú veist, hvernig getum við vegna þess að ennóttu, þú þarft ekki að vera í kvikmyndaskóla til þess að læra kvikmyndu, þú getur, ég sé bara farða á góða kvikmyndur og þú veist, mér finnst því ég á góða kvikmynd, það er eins og drekka bara rosa gott bara franskt, ítalskt, söðuramerskt rauðvín eða vera í hálöndunum, jafna sig eftir hérna gólfinu og fá sér 18 ára gamalt maltvíski, bara þessi tilfinning og ég held að ég hef góð tilfinning, ég held að við séum samt sem að streyma í eitthvað, við þurfum stundum gott tímabil. Já, ég held það og ég held að við þurfum líka að nota tíma núna bara vel og núna við eldri kynslu, við þurfum að hérna að afhenda keflum núna brálega til þeirra sem taka við og við getum kannski undurstungið hvernig þetta var og þá sem eru að ensku compare and contrast, bera saman og læra frá þessu og kannski lefa þeim síðan að auðvitað fara út með sinn eigin stíl en kannski við held að líka fá aftur þessa tilfinningu hvernig maður metur kvikmyndir og að það sé meira, þetta er ekki skyndibiti, þetta er frekar bara... Þetta er ekki TikTok-vídeó. Nei, nákvæmlega. Þannig að þú veist, það er rosa margar áskonunar þarna úti núna, en ég held líka að einmitt vegna, já, vandamál eru auðvitað til þess að við getum leyst þau og hérna, hvort okkur takist að leysa þau öll, við erum allar þess að mjög gott, það er bara eins og ég og þú erum að tala um þetta og vonandi eru fleira að hugsa þetta og vonandi bara verður þetta bara ekki eins og you don't talk about Fight Club heldur verður þetta bara þannig að við sem að koma bara ákvörnum sem skilabóðum áleið sem að hérna bara samina þessa ástríðu og bara gera okkur grein fyrir hvað þetta er, skipta miklu máli hvað þetta getur gefið okkur og líka fólk sem er einmanna, fólk sem er lent í einhverjum ástamissi eða þú veist, mist starfið eitthvað en við getum framkallað eitthvað sem einhvern veginn gefið í von með einhvað fallet myndrænt stöff
ég held að það sé bara eitthvað Þá bara horfðu á Sjóseng, algjör, sem alltaf myndum von. yndislega mynd, Og vináttu. yndislega mynd. Ég táraðist þegar ég horfði á hana Ég þarf að sjá hana aftur, ég hef ekki séð hana lengi, ég elska þessa mynd, ég elska þessa mynd, hún er, vá, hvað hérna. Sorry, ég var að skjóta sinni, hún er svo Takk fyrir mikið von. Algjörlega, Og svo falleg mynd. æðislega. En ég ætla samt að spyrja út í eitt, í sambandi við að við erum að tala um bransan og svona hver staðan á þessu dag. Ég veit að það er svolítið heitin inni, hann er samt opið glugginn. Mér aldrei, þú veist, Ertu góð? þess vegna mætti ekki stöðbúk. Ég er svo ánægð með, þú komst ekki jakkafötum Nei. eitthvað, bara í gottfæði ból og stöðbúksum. Algjörlega. En það er í sambandi við gæði mynda í dag. Auðvitað gerir mig grein fyrir því að bransin er stærri en bara Hollywood. En ég kannski sett mest á fókus það að það er þessi ólst uppið og Íslendingar eru rosa mikið fyrir Hollywood myndir. Já. Og ég er rosa mikið genragaur, þannig ég, eins og oft nefnt í podcastinu, ég hef sér fullt af myndum frá öðrum löndum, en þá er það kannski aðalega, þú veist, hryllingur, sci-fi, hasar, þá með skýtsam frá hvað landið er, en ég er kannski ekki endilega búin að sjá nýjustu dramamyndina frá Noregi. En ef við lítum bara á eins og Hollywood, það er svo risastór partur af þessari köku. Erum við þá sammálum að gæði myndana heilt á litið, er ekki eins gott eins og var kannski frá 90 til 2000? Eða hvað finnst þér? Ég myndi segja að það voru betri myndir á þessu tíma sem þú tiltekur hana og þú varst að tala um genramyndir og alltaf. Ég hlustaði á eitthvað hlaðvarp með þér daginn, minnst þú frábært og þú sagðir, hérna, ég til og með elska líka svona horrormyndir og svona og ég Ringo myndan, ég elska þessi japansku. Ég horfði eiginlega allar þessar japansku, suðurkóresku horrormyndir, Ju-on og allt þetta, löngu aður og svo fór ég alltaf að horfa þess remake sem var gert og það var aldrei eins gott til miður og verður aldrei. Bandaríkjamenn eru að endurgera mikið evrópsku kvikmyndum. Þú veist, hérna, ég manst eftir dönsku myndinni árið 2000, hún var geggjum og gerði COVID-una með Mads Mikkelsen. Hérna, þú veist, þau voru að æfa sig í að verða, sjá hvað er hérna, alveg stólum mér, hvað þið þóla mikið að drekka. Árið 2000? Nei, 2020 með Mads Mikkelsen. Já, Drukk. Já, að náða ránd. Ég sá hann ekki. Þú verður að sjá. Þetta mynd, heyrðu, hún næði svo til þín. En á hverstu pæli henni? Vegna þess að þá er ég að tala um, þú veist, þá átt að fara að endurgera hann og hérna. Já, alltaf kaninn að endurgera hana. Já, DiCaprio alltaf að taka þetta. En ok, þú tala um Hollywood myndir. Mér finnst margt gott gerst í Evrópu núna en þú veist. En ekki Hollywood? Þú vilt ekki dröðlega yfir. Nei, veistu, enn ofta, þetta er líka spurningum balans, við erum að sjá núna til að mynda frábærmynd sem var sýnd á þessu ári, þarna The Drama. Ertu maður að sjá hana? Nei, eftir að sjá hana. Er ekki sem er þetta ekki með þetta Pattinson og Zendaya? Rétt, þú er unnið helgaferð til Bellinar núna með þetta. Yes, takk. Þú bara tekur kona með og slakar á. En jú, það er norsku leikstjóri þar en bandarska leikar. Það sem við getum gert núna er það að bandaríkjamenn horfa núna í það leyfðu þessum evrópska leikstjóra að nota sitt mentalitet en blandaði saman við ameríska pizzadeið. Já, ég skilji. Og þú samt viðheldur eitthvað sem við getum kannski tengt við Evrópu eða Norðurlöndin og eitthvað sem við getum tengt við Bandaríkin. Ég held, ef við náum svona þessa góðu blöndu, þá er þetta ennþá meira svona universal appeal. Og talandi um lönd sem hafa náð langt núna og ég mynd mikla voni við. Við erum alltaf að tala um hvað Danir hafa, þú veist, nú erum við að tala um Norðurlöndin, hvað Danir eru búin að gera frábæra myndir, sem þeir hafa auðvitað gert. Byrjaði alltaf með Dogma, Back in the Days og allt þetta. Og Drukk myndir frá 2020. Ég elska hana, ég ætla að sjá hana aftur fljótlega, hún er yndisleg, ég elska hana. Normenn er að sækja sér veðri og þeir eru núna að sigla fram úr Dönum og öllum öðrum löndum Norrlandan. Þeir eru að koma með eitthvað nýtt stöf. Ég veit ekki hvort þú séð, þetta er á, þú getur seta í varpanum, eitthvað heitir þetta á RÚV, þetta er Berit, norska gæjan, hann er frekar hægramenn í pólitíkinu og Þetta er það leikimynd? Þetta er sjónstættir. Þetta er Berit, frábæri og svo er það kvikmyndin Sentimental Value eftir með Skarsgård. Já, geggjuð. En hún er á listan? Hún er á listan, þú ert að sjá hana. En það sem við erum að gera, og núna er normenn, það sem okkur vant, við erum ekki að gera þetta heima á Íslandi, við erum ekki að setja nógu mikið pening í þetta. Nú eru normenn, þeir eiga að sína olju, við höfum það ekki, en ég er alveg vissum að við höfum að finna olju við Jan Mayen. Ég ætla að gera núna bíómynd í huganum að það sem við erum með íslenskur Indiana Jones, uppkvöldar olju.
og íslenska þjóðan verður rík og verður hún góð eftir það, kemur í ljós framhald í næstu viku, en það sem ég er að segja, oljan alltaf auðvitað, og Norðmenn eiga oljuna, en þeir að setja rosa mikið pening núna í að samframlega með öðrum löndum og að gefa rosa mikið í að hleypa yngri kvikmyndagerðarmönnum að líka og að búa til gott stöf fyrir sjónvarp og bíó. Og það er og það er eitthvað momentum sem er núna til. Og þetta er ekki eitthvað sem þú bara ákveða að gerist bara síðan svona. Að þú segir ekki bara að þú bendur á Excel-skjali, þetta gerist 15. janúar 2023. Nei, það er ekki svolítið. Þetta allt var til. En þetta var til vegna þess að bæði var kennsl, þau gáfu þetta í, það voru fleiri, í þessu tilviki það voru fleiri kvikmyndaskólar til í Noregi, en fullt af norskum leikstjórum sem eru bara svona wunderkind, eru bara elska að búa til bíó, en að ríkið gefi meiri fjármagn í framleiðslu norskra bíómynda og að gera norskar sjónvarpsþætti og flest af þessu er dálítið lokal en er svo rosalega global líka. Allt horfir á eitthvað norskt stöf og allt bara þetta geti gerst hér og núna er eitthvað með þeim núna og þetta mun fylgja Norðmönnum ég myndi að skjóta á næstu 5 árin erum við að sjá norskt efni vera skín í gegn og koma og vera á þessum alþjóðlegum stóri kvikmyndahátíðum og að vinna sigra og fá dreifingu og fá fleiri svona samninga að gera endurgerðar og svona. Ég held að það er rosa margt með Norðmenn núna og það bara vegna þess að það er svo rosa mikið með þeim og ég verð að benda eitt líka, ég elska þessa þætti og ég hitti þá fyrir 4 árum og þau segðu, djúvilegt og góð hugmynd, við gerum þetta Kristóf, við lofum því og þá sögðu við norska kollega minn Stína Oppegat, maður hlusta á þennan gæja, en ég var svo hrifinn á Exit-þáttanum, sástu Exit-þættina á norsku? Já. Þetta var... Voru þetta ekki 2-3 serjur? Voru 3 serjur. Já, ég sá það alltaf. En Góður. Gísli Örn var að leikstýra í 3. seríunni, leikstýra nokkrum þáttum með öllum held ég, alveg mjög flott stöf og rosa hardcore og bara wow, en ég hugsaði horfa á fyrsta Exit-þáttinn og kemur þetta frá Noregi, þú trúið þessu alltaf. Þarna sérðu eitthvað beinskett efni og þeir fara yfir öll velsamningsmörk sem hægt að hugsa, þetta er mjög svona banvænt stöf, ég meina þú veist það þeir að taka kókaín með séð í amerískum bíómyndu, það fullt af kynlíf og svona, en þeir fara með þetta miklu, miklu lengra og þetta er sjónvarpsþættir og yfirleitt hugsaðu bara þetta er frá NRK, þetta er norska ríkissjónvarpsmið, ég meina að gera svona elfint stöf, maður myndi freka sjá þetta í bíómynd sem var þá bönnina 16-18 ára, en þeir gera þetta í formi sjónvarpsþátta og ég sagði þess að framlöndur að gerið Exit bíómyndana líka og ég held að þið sé vonandi að vinna í því að það eru konar 3 serjur en það væri svo geggjað að sjá Exit bíómyndana til þess að sjá hvað hefur orðið úr sem karakterum. Þetta var náttúrulega gert með Ragnar Bragason gerði þetta náttúrulega með Björn Freyjason þegar maður búin að gera næturvakt og fangavaktina sem var alveg frábært stöf og Finnarnir gerðu frábært stöf með það líka. Þeir keyptu til að mynda allan serjur frá dagvaktana, næturvaktana og fangavaktina og keyptu bíóréttin af Björn Freyjason en voru bara með marathonkeislu í gangi á Yle, þess að það var finnska sjónvarpsstöðin og sýndu alla þætti þarna sem Ragnar Bragason skapaði og sýndi síðan bíómyndina og fekk síðan heljarna bíóaðsókn á Björn Freyjason því að fólki var búin að horfa á karakterina í þessari serju og vildu aðeins sjá hvað verður úr Björn Freyjasinni og punktunum það fylgdi því með einni kvikmynd. Sorry, má ég þá skjóta inn einu í sambandi það, því ég stutt sinni horfði á Mandalorian og Grogu. Já. Að því að það er svolítið svipur pæling, að þá ertu búin að gera seríu, ég veit að Star Wars er starra IP, að þú er búin að gera seríu, að því mér finnst þetta rosalega, þetta er fín lína, að því þú ert búin að gera seríu, svo getur þú hort á heima. Já. Svo ertu að biðja fólk að fara út af heimilinu, borga með það til þess að horfa okkar sem er vant í að horfa á heima. Ég held að þú markas sérfræðingurinn, það getur ekki verið beint auðvelt. Því að Mandalorian til dæmis í bíó, hún kolfjall. Algjörlega, og þá ennáttur, þú er unnið helgaferð til Lund og það tökur bara það næstu viku. Veistu ég laka til. Já, Mandalorian en Grogu, ég punktaði hjá mér nokkra myndir hérna. Já. Þetta er rosa erfitt að segja þetta, og ég er frekar svona ofurkur gæi sem er frekar jákvæður líka. Ég segi bara því miður að þá
Ég er ekki fókus á neikvæð, þetta er svolítið raunveruleikinn. Ég segi flopp sumarsins, hvað er að frétta starf og saga til miður. Já. Og þarna kemur við góðan punkt. Stundum þarna þetta er frábæð punktur, þetta er kannski endurspeglar sem ég var að segja núna með hérna nætuvættana, dagvættana og fangavættana, það koncept gekk og Björn Frjóðsson kom sér í bíó. Stundum ef það byrjar á einhverju og það byrjar á streymiveitunum, þá kannski stundum á það ekkert að fara út fyrir það box í raun og veru. Hvernig veistu? Ég veit, þú veist aldrei nákvæmlega hvort eitthvað virkar, en hvernig ætlar að selja fólki? William Goldman, frábær handriðshöfundur, hérna Marathon Man og fleiri sem hann skrifaði, Nobody Knows Anything, og þá var einmitt vegna þess að þetta er svo óáþreifanlegt. Líka fyrir svona markaskæja, svona geggjar eins og ég elska marketing og ég er búin að vera í þessi 30 ár. Þú getur ekki lesið, þú getur ekki, þá þyrfti ég bara að taka þetta sko, eins og scanners, bara lesa hugafólks, hvað það hugsar, hvernig tilfinningar fólki er með fyrir ákveðnum kvikmyndum og þá getur bara leikur einn að bara búa til matrætt myndi vegna sem ég veit hvað þessi hópur vill nákvæmlega að sjá. Það áttu ekki að gera og það á ekki að vera neinn formal tilfinning slíkt því að tilfinningar eru bara tilfinningar hvers og eins, hver og einn að hafa sína eigin, þú veist, bara hérna tilfinningu og skoðun á því sem við horfa á. Þannig í þessu tilviki nákvæmlega engin, gallin við þessa mynd, þetta hefði geta tekist en vegna þess að þeir vildu koma svo mörgum framfæri, þetta var þegar ég horfði á bíómyndana, þá fannst mér bara, enn og aftur sletti á hansku, just for the sake of it, þá fannst mér eins og ég var að horfa á bara 4 þætti. Sem er galli. Það hefði verið betra að búa til, taka þetta út og gera bara eina sögu sem fangar þema sem var kynntu sögunar í byrjun, þú endar því á öðnu, án þess að þurfa að vera millistíð sem er þá kryddara bara fyrir þær sakir að vera með einhverja að fylla inn í. Og þetta voru mistök hjá Disney. En finnst þið ekki skrítið að þeir hafi ákveðið að fara aftur með Star Wars í bíó og velja þetta? Bara þessa hugmynd. Akkur gæti ekki bara verið á Disney Plus, Mandalorian, og svo komaði með, eins og með Gosling-myndin, myndin sem kemur á, hvað ekki, næsta ári? Er ekki Starfighter, Last Starfighter eða eitthvað. Það er enda gammalt hlýtt frá 84, ok? En það er allavega, þetta er ekki sjónvarpsseríu þáttur eða skilur, þetta er eitthvað svona nýtt. Mér svo skrítið að Disney hefði, við skulum bara restarta, það eru 7 ár síðan að Rise kom út og núna erum við með bara Mandalorian bíómynd. Ég geta sagt þú það strax, guys, sparið ykkur pening og ekki gera þetta. Þetta er ekki góð hugmynd. Ef ég myndi fá hringingu frá Disney Plus og ætla að bjóða mér business class og koma til þeirra í svona think tank dæmi yfir helgi, eins erfitt voru að segja þetta, þá myndi ég segja bara þið þurfa að endur sko alls saman sem þeir að gera. Saman til Star Wars? Já. Í raun og veru leyfðu því að skína sem skein eininsinni og hefur hann að síkilda stimpil og ódöðlegt bara mistast ekki, leyfðu bara vera eins og var og komandi kynslu og muni jafnvel elska þetta vegna þess að bursi frá tækninni, þá er þetta samt tímalist dæmi og þetta sem ég held að stundum er bara betra að koma bara með eitthvað glænýtt koncept, ekki vera, ég veit fyrirtæki þurfa þetta koma heim með baconið, bring home the bacon og þú ert með þetta allir sem er bara á launum og svona, en þú getur líka haft það á launum, en kannski bara eða smá tíma bara í brainstorma, taka eina helgi, fara til Montana eitthvað sumarhús og bara brainstorma þess, að sjá bara hvað getum við gert og byggt eitthvað nýtt, getum kannski lægt að öllu þessu gamla, öllu þessu nýja stofi sem er til núna, en hrærum þessu öllu í og hrærum í þessu öllu og búum til eitthvað nýtt koncept og ég er alveg viss um það bara með því að eyða aðeins meiri tíma og aðeins að draga inn anda inn og anda út og taka jóga á þetta líka og núvitund að bara, ég held að við þurfum að gjörbylta þessu öllu saman. Þegar þú segir nýtt koncept, þegar þú segir nýtt koncept, er það að tala um að búa til nýja sci-fi seríu, er það að tala um innan Star Wars? Búa til bara nýja karaktera. Já, inn í Star Wars? Já, einmitt. Já, ekki endilega þetta Skywalker dót. Nei, ég held að það sé bara komið, ég fæ alltaf sko minnst, the Empire Strikes Back, hún er bara geggjuð og ég var í menntaskólanum í Sund og fólk sagði bara, hvernig nú, þú ert ekki stressað að fara í þetta að prófa það á morgun? Nei, ég ætla að fara að Star Wars bara í kvöld. Það var í bíó, það var oft í bíó, þess að aðeins að reyna að kæla minniður það.
og það var bara May the Force be with you næsta dag og mér gekk mjög vel á prófinu, sko. Held ég að fengi 8,5. Þannig að það Force var með þér. Algjörlega, allan tíma. En hvað sér það fyrir eins með Star Wars? Ég meina, hver er framtíðin? Við vitum við erum að gera Gosling-myndina. Dave Filoni er búin að taka við, er ekki Kathleen Kennedy, hún er átt. Já. Ég veit þú ert jákvæðis gæinn, ég er ekki að reyna að vera neikvæðagurinn. Og ég veit að fyrirtæki þurfa að græða pening og allt það. Já. En mér finnst leiðilegt þegar ég er að horfa upp á Indiana Jones. Mér varst nýja drasl. Og ég fekk svona tári og ég hugsa bara hann á kannski bara eftir að lifa í svona 5 ári viðbútt. Ég bara vil ekki gamla Indiana Jones. Það er mér persónulegt. Raiders of the Lost Ark er geggjuð. Ég meina, Last Crusade, Sturl, allt þetta. Og með Sean Connery pappanum, geggjuð. Geggjað, að fá James Bond sem pappa. Ég veit það. Ég til að sjá þetta aftur. Ég var til bara, viltu koma með í bíó Indiana Jones? Ég veit að það er brjálega gott veður úti. En ok, allt er leið. Mér finnst svo leiðinlegt þegar það verið að skemmi þetta. Þegar verið að taka eitthvað sem mann þykir væntum, eins og bara tökum Indiana Jones, þeir hefði alltaf bara það hætt 3. Hvernig Last Crusade endar, þetta er fallegur endir. Þeir saminast feðgarnir í gæsáð. Og þeir ríða út, var ekki átt að Sólsetri? Sólsetri bara klassíst eins og í Vestrum. Þetta er svo flottur endir. Það þarft ekki meira. Þarft ekki meira og Die Hard endur bara í 3. Já. Ekki eyðileika John McClane fyrir mér. John McClane hann að 5. í Moskvu, þetta var hræðilegt. Þetta var bara svona... Þetta er hræðilegt. Og Star Wars, af því að Star Wars var svo mikið ívent. Hann gerir 3-leikinn, svo löng pása. Það er mjög langt hlið. Já. Þá ekki til að Phantom Menace kemur út. Svo kemur það, sá 3-leikur, prequel 3-leikurinn, sem fólk held ég sé fara betur að læra með í dag, eftir að fengja út að nýja. Svo er aftur löng pása. En í dag, þetta er bara mjólkað og það er búið að eyðileggja Star Wars IP. Finnst mér. Ég er bara, þarna verð ég bara að segja ég er sammálaður og þess vegna verð ég að segja endur hugsa konceptið. Og annars sem þú segir líka, það er líka, þú veist, það er geggjað, þú veist, að tala um hérna, takk upp þráðan aftur og bara, heyru, við erum að bara koma aftur með nýja, menn, talandum hana, ég bara segir það að Mel Gibson, þegar Richard Donner tók svona síðasta andardráttin á spítalunum í LA, þá var Mel Gibson við hliðina á hann og fór á heimsækjan hann á spítalan. Og Richard Donner sagði, Mel, viltu lofa með því, það er svona grafskrifti mín, hérna, ég ætla að biðja að taka Lethal Weapon 5 og klára hana. Það er verið að vinna í þessu, ég veit alveg náttúrulega, það verið samt, gæti verið ein lína frá Mel Gibson í stand fyrir Danny Glover segir, I'm getting too old for this. Glover er líka bara orðin, en ekki veikur í dag. Já, ég veit ekki hvernig það endur þess að bara hvort hann geima hann kæli og bara koma hann úr kæli og þannig að það er ferskur og fýtt, sko. En svo er líka annað þessu, fyrir ekki, viltu sjá Riggs og Murtaugh eldgamla? Sorry, ég elska þessar myndir, ég elska á báða. Viltu að Riggs í orðin eins mikið ég elska Mel Gibson? Já. Viltu sjá þetta? Já, ég sá til og með þetta Master of the French Connection, John Frankenheimer með Hackman. John Hackman, hann hætti bara að leika fyrir þó nokkur mánuð sem býr í Mexiko, ítla kom fyrir hann hræðilegt að sjá nýjastu myndar af hann hætti bara að leika. Veitu hvað, er þetta hann Hackman? Gene Hackman. Já, hann er dáinn. Já, hann er dáinn, hann er dáinn fyrir. Já, en það er ekki langt síðan. En það er ekki svo langt síðan. En hérna, ég sá fyrir mér French Connection 3 og þá var hann komið bara eftir laun í Florida. Ég hefði getað að sé, en þá eru hann ræðum annað. Ok, interessant að sjá framhaldsmyndir. Sumar... Upp á vissumarki. Hvaða, sko, það er að við getum tala á fingurfram, hvaða framhaldsmyndir betur heldur frummyndin. Kóttu með nokkra, þú veist, örglega. Aliens geggjuð. Finnst þú betur en Alien? Sko, hún alltaf breytist út af því að Aliens er strísmynd. Ridley Scott, hérna, Alien 79 útgáðan, ennlega bara, wow. Geðvegg. Godfire 2, aðeins betri. Þú ert búin að hála nýs, ég dyrka fyrstu. Fyrst er geggjuð, en ég er búin að hugsa þetta. Godfire 1 er alltaf hérna eftir. En finnst þið, því að það vantar Brando. Það vantar Brando. Hann er svo geðveikur. Geggjað, sko. Og líka enn og aftur, talandi um hvað kvikmyndir geta aðlega sér, eitthvað sem maður mun aldrei gleyma. En hvort þetta er eins og Godfire, svona mafjósamynd. En bara ein lína er bara gott að hafa bara með fólki sem er kringum okkur. Keep your friends close, but keep your enemies closer. Það er svo mikil sannleikur í þessu. Já. Þetta er nú bara, gæti að veri bara í einhverjum fyrirlesti hjá einhverjum jókagúru. En ok, höldum okkur við framhaldsmynda talið. Já, framhaldsmynda, eina með framhaldsmynda. En því Godfire 2 er alltaf sturlu líka. Já, en ég er búin að hugsa, mér fannst Godfire 2, svo er ég búin að breyta, Godfire 1 er bara... Hún er svo góð. Er klassíko. En sko,
það hægt líka með framhaldsmyndar. Þú nærð, ok, stundum réttlætir, við getum það réttlætt að það komi framhaldsmynd. En það megi ómörg ár líða á milli. Aldurshópurinn eldist með og kannski fer þú takt, þess vegna er einhverju betra bara að leifa svo orginna bara, og það stendst tímast hann. Núna í lok september ef allt gengur og sko, budget held ég 100, held ég hátt. Það náttúrulega hérna Heat 2. Ég er svona ég er búin að lesa bókina. Ég líka. Hún endar á... Ekki segja neitt. Nei. Að því að... Þetta getur verið framhald það líka. Já, sjóndi, já. Mér finnst þetta flott og flott hvernig það var svona flakka á milli, hérna 85, 95, 2000. Ok, við meðum ekki spoila. Ekki spoila svo, en mér fannst bókin geggjuð. Bókin aðeinslega. Mér fannst hún geggjuð. Ég var til Miklu betur en ég held. Ég sammála. Og og það var gaman að sjá bara leikstjóran sem er líka að skrifa, menn alltaf auðvitað fekk hann rithöfunda sem fylgja fylgja honum mann geggjar. En hún er næstu skrifað eins og handrit. Hún er skrifað eins og handrit, þú sér nákvæmlega. Stíllinn er þannig. Þetta er ekki meint svo skáldsaga. Alls ekki, flæður rosa vel og þeir eru lifandi karakter. Hún er rosa stuttasetningar og svona. Og átakasenni, þetta kann hann. Michael Mann, hann kann upp á... En nú, svo er annað. Michael Mann er svo gaman. Ég veit það. Það er það sem ég, og nú er ég komað því, að aðra leikarar, auðvitað hérna, sömu dánir, eða karðan úr, þannig að þú veist, hver er leika, og við veitum hver er leika í framhaldinu. Ég elska bókina. Ef ég hefði mátt gefa honum einhver ráð, Michael Mann, það hefði nátt að gera þetta fyrr. Já, ég myndi að fá þessa sögu 98, 3 ára setna, með De Niro og Pacino og algjörlega. Það verið geðveikt. Ég mun, víst það, eitt besta, ég var að spila að vera í sjálfum mér í gær. Bankhæst, bankaráni þarna. Ég fór til LA mörgum árum og sá hvað þau tóku myndina. Já. Ég var, þú veist, skotkrafturinn, vinslan í myndinni. Úr þessum, þú veist, M16 og Hekla og Kokka og allt þetta fyrir ekki, kemur hérna, ég er ekki vopnað sér. Hekla og Kokka er þýsti það. Það er þýst, náttúrulega mann. Það er búið til góða byssur. Heldur betur með vikingasveitin hérna, notar þetta líka skambissnar líka. Nei, er Glock ekki austrísk? Nei, eða var það frá Austur-Þýskaland, hvort það verið Austur-Þýskaland? Nei, ég er smá svona byssunörd. Beitu, annarkvort Austur-Þýskaland eða Austuríki. Fyrir tíma sammenningarna, DDR, frá Austur-Þýskaland eða Austuríki, ég er ekki... Það skiptir kannski ekki öllu máli. Svo auðvitað fyrir okkur að googla þetta, sko. En Hekla og Kokka er þýst. Hekla og Kokka er þýst, já. En hérna, ég er dálítið hræddur að þetta verði með City 2, ég er svona óttast þarna frábær bók en allt og langt síðan og hérna bara þetta banka atriðarna í fyrirmyndi er bara, ég þreytist aldrei og talandi Michael Mann, ég veit að þú ert náttúrulega með ákvæmna spurningu svona, nú má ég spyrja hver er þína uppáhalds Michael Mann myndir? Myndir? Sko mína uppáhalds er alltaf Heat. Heat er bara mínu top 10 listi við allar bara mínu uppáhaldsmyndir ever. Ég er mjög hrifin af Collateral. Geggjar, Tom Cruise er geggjar í henni. Geggjar, þetta er líka bara tónlistin og þarna fannst mér líka Michael Mann ennþá verðast í stuði. Já. Þó að þessi langt sinni sá hana, þá fannst mér Thief mjög töff með James Caan. Geggjumynd. Þýska hljómsveit. Var þetta ekki hérna... Samt ekki hérna með ekki kraftverk, það var svona experiment. Var þetta eitthvað Tangerine eitthvað? Já, Tangerine Dream. Tangerine Dream, þýsk, fyrir ekki þjóðurinn. Já, ok, já, þetta er því, en bara lúkið á henni og svona, þegar hann er í stuði þá hann geggjar. Ég sá Manhunter í fyrst skipti fyrir ekkert svo löngu síðan. Já, 86 eða ekki, eitthvað svoleiðis. Jú, er það ekki? Sands og Lands kemur 91. Hún 91, þetta er lundan henni. Allt, hvernig varst þú? Ég þór ekki, mjög stund góð. Já. Mjög stund góð. En það er rosa erfitt að sjá annan sem lektar. Eins mikið við fíla Brian Cox, þá var hann ekki Anthony Hopkins. Nei. Af því svo horfði ég aftur á Silence of the Lambs. Hún er sturl. Horrorin í henni er ekki svo þú sér það þú finnur. Mér finnst það líka fyrirgefið, mér finnst það alltaf verið meiri svona thrillermynd. Ég hef aldrei eitthvað... Nei, veistu, ég hef aldrei... Ég hef aldrei litið á hann sem hryllingsmynd. Nei, þetta er meira thriller, þetta er hérna sálrætt thriller. En það er að spyrja því að mótið, ég er nú búin að nefna nokkra sem er svona mínu uppáhalds. Ég held ég sé ekki að gleyma neitt svona
hver er þín uppáhalds? Eða svona The Last of the uppáhalds? Mohicans er miklu uppáhaldi á mér. Já, í málega, ég sagði hann ekki að það er oflant sín sá hana. Mér fannst hún góð, en ég sá hana fyrir sko 20 árum. Geggjöð. Já, Last of the Mohicans. Kvikmyndatónlistin svo fallega hana. Það er líka geggjöð. Sjá hana besti aftur. leikari heimi líka. Daniel Lewis geggjaður í henni. Mér finnst það besti leikari, held ég Æðislegur. alltaf. Og þú varst á tímabil sem hann hætti að vinna. Nei, hætti að vinna sem Var leikari. ekki bara búið til skó í Fraklandi eða? Heyrðu, nei, hann var bara gerði smiður. Það gerist mér. Hugsaður, ég ætlaði að plata hann að smíða hjá mér pallin. Já, þetta er langt að fara. En ok, Hann er sorry. alltaf algjör snillingur og mjög sérstökur. Já, Last of the Mohicans, er það uppáhalds? Ekki, nei, ég myndi segja Heat. Ég er sammála. Heat er í fyrsta og The Last of the Mohicans í öðru. En það, Collateral í þriðja. já, Collateral er ekki. En ég ætla að eitt með Heat og sem ég langar líka aðeins að fara inn í. Og það er, þú talar bankatið sem er geggjað. En ég er á þeirri skoðun og ég hugsa sér saman mér að ef þeir eru saman alla kartrana, þá skiptir einhver máli hversu töff hasarður er. En á tímapunktum í Heat, þegar bankarinn þú ert orðin svo investið í öllu fólkinu sem er þarna, í þessum gaurum. Kostum það löggurnar eða ræningendir, krúi hans. Af því að Michael Mann er búin að setja svo mikið púður í persónusköpun í handritinu. Þetta er fólk. Ég er ekki að horfa okkur á fígurur, ég er að horfa á fólk. Þannig að þegar þeir loksins, þessum atrið spennandi, þegar þeir hittast í bankanum, að þetta er svo mistrana vel uppbyggt hjá Michael Mann, að það er maður bara, hvað er að gerast? Þú er að Sizemore skotinn og Pacino missir eitt gaur í krúinu sínu. Þú veist, maður er bara, shit! Algjörlega. Þú veist, þetta er svo mikið snill. Þannig að spurningin mín til þín er, finnst þér í dag, eins og með handrit, mér finnst persónulega stundum eins og sé ekki borin nægilega mikil virðing fyrir handritinu. Því ég veit að þú hefur skrifað sjálfur líka. Tarantino er til þess á því, ég oft nefnt þetta í podcastinu sem dæmi, fyrir honum er það bara biblían. En hann skrifa líka þannig, og ég er mjög sammála þessu, hann skrifa handritið þannig að þú átt að geta að lesa það sem lesandi og notið þess án þess að sjá okkur á bíómynd. Og fyrir honum er þetta rosalega mikilvægt tól til þess að búa til bíómynd. Aðrir líta á handrit sem einhvers konar blueprint að mögulegri bíómynd og ég er ekki þess að eitt sé rétt eða ránt, þetta er mismunandi, ég hef spurt leikstjóra í þetta sem er líka handriðshöfundar og þeir kannski, ég horfa á þetta frekar svona, heldur en svona og þá kannski meiri sveigjanleiki, svo þetta með Tarantino, ég veit ekki hann leikstir í sínu eigin efni sjálfur, það er öðruvísi, en hann er bara, þú segir þetta bara eins og þetta stendur. Hvar ert þú til dæmis í þessu? Ég er meira á því að vera með svona freestyle, ekki vera með einhver svona í boxi. Okay. Mér finnst rosa gott eins og Tarantino, ég er alltaf með playlista, ég er með tónlisti ég er að skrifa. Mér finnst það einhvern veginn gefa mér svona ákveð innspýtingu, en ég er hjartanlega sammála. Mér finnst þú lest samtölin, þá auga þig að flæða eðlilega og það er svo lest, þú trúið því. Díalógun sem verður síðan í kvikmyndinni, ef þú nær díalógnum eins og bara fólki á götunni talar, þá ertu búin að ná þessu. Og þetta er þetta þarf að vera eðlilegur talsmáti. Stundu sem að mynda sem er bara, myndur ekki tala svona, þetta er alltaf svona, þú veist, Ragnar Braðarsson gerir mjög góða hluti, hann lætur með spuna svona, það er, þú veist, hvað myndir þú gera ef þú myndir lenda í þessum aðstæðum? Og þá beitir þinni eigin, þú ert ekki með eitthvað, þú veist, þú getur ekki í dag, ég skal alveg ekki hérna, því áður ég byrja að skrifa svona, þá las ég alveg fullt af eftir Sitfield og fleiri svona handels snillinga. En ef þú lest mikið af svona fræði bókum, þá gæta gerst þannig, þú yrði ferkantaður. Það er málið. Það sem ég ákvað, ég fór eftir þessu, svo bara einn daginn hugsa bara, ég ætla að sprengja þetta upp. En þú verður að þekkja reglum til þess að geta brotið. Algjörlega. En það er svo mikið að reglum. Ég veit, en ég hugsa bara einn daginn, þá bara vaknaði, ég hugsa bara, ég ætla að sprengja þetta upp. Ég ætla bara að leyfa mér að flæða. Þannig að þú veist, auðvitað er svona interior, night, þarna, person enters, bla bla bla, allt þetta form þarf þetta að vera. En ekki of mikið, vegna þess að allt, þú veist, það er svo rosa gott að lesa svona fræði, það getur hjálpað þér og svona bent þér á, en það getur líka drepið allt sem er kallast skapandi hugmyndaðina. Þannig að
það gott að vita grundvallarreglunar þess að fletja út það sem ætlar að fletja út og vinna í og nota bara sem einhver svona bara svona sem leiðbeiningar en svo verður bara þeir að sleppa þér hendinni og leyfa þér að njóta Þeir bara þeir sem að segjum það sem bara framleiðendur eða einhver sem að gefa þér stöðninga styrk í þetta að leyfa handisöfundum að nota sín einrödd, ekki það sé dálítið yfirtíkja einhverjum öðrum að það sé verið að editera, þannig að þá verður þetta eitthvað svo, hvað segir maður á Íslandi, sterilized, þetta verður svo Ég myndi bara að segja sterilt. Það er kannski ekki Nei, þetta þarf bara, þetta þarf að, karakterinn þarf að skína í gegn og leyfa þess að bara flæða eðlilega. Og ég held að þetta sé alltaf mikið að breyta, þetta er mjög góð punktur, þetta þarf að vera að þú sért að það sem þú átt að lesa og eins og ég sagði áður, ef ég horfa eitthvað og ég líður svo vel, vegna því ég sé eitthvað sem ég sjálf er búin að vera að pæla í og þá nær þetta svo mikið til og það er saman með út að skrifa eitthvað sem ekki bara, ég ætla bara að skrifa fyrir þennan markop, auðvitað þarf þetta að vita fyrir hvernig þetta er sem þú ætla að skrifa og sumir gera bara mynd fyrir sálansi, það er ekki rétta attitúti, þú verður að allir, þið langar þetta að fara þarna út í kosmóið, að þú fáir þarna fólk til þess að sjá það sem þú verður að gera en ef þú líka sönd fólk á erfitt með að kannski að skrifa eða bara tjása hvernig þið líður, en oftur ef þú serði eitthvað eða lest eitthvað og þá nærð kannski til þess aðeins sem er að lesa bókina sem er kannski gæðin sem heldur sér mikið til hlés og er feimin og er svona introvertut eitthvað svona, en kveikir í þið vegna þess að allt bara serðu eitthvað að þau líður vel af vegna þess að þetta er svo vel kjarnahánst að lesa og horfa og það getur gefið svona auka, svona trökk, eða svona ítir meira við þér. En þá segir ég líka á móti, ef þú tala sprengið upp eða eitthvað, ég veit að Tarantino lendi í alveg vesen á sínum tíma, af því að hans handrit voru svo öðruvísi. Af því þá þú ert að selja þetta til ykkur að framlega þetta, að jakka þetta gæja sem ráða í ykkurum stöðum og hjá þessu stúdíóum. Þeir þekkja bara ákveðið format. Þannig að þeir leita bara, inciting incident, en það er ekki búið að koma, gallað, rusli með þetta. Frábær, heyrðu, þú vannst það ekki að vera til Oslo núna, veiðvíkana? Tarantino er líka svona klassist dæmi gæja sem bara var að vinna á vídeolegu. Og fór ekki í kvikmyndaskóla? Fór ekki í kvikmyndaskóla. Ég var einmitt að sjá þegar ég kom nýkomin að námi, þá var að fyrsta verkefni sem Jón Ólafsson, gamli skífu kóngurinn og mikill bara stendur í miklum business og svona og hann alls konar sprota og glazerwater og svona, hann réð mig til þess að stofna kvikmyndaskóla framhaldsskólana 93 og þá voru við mitt Reservoir Dogs, sýndum hana og þar kynntist ég mitt Ragnar Brasinni og fleiri sem núna leikstjórar í dag og þá var Reservoir Dogs fyrsta mynd sem hann gerði sem var sýnt á en Tarantino, hann las þetta sitt fíldæmi og las allar þessar bíbljur en það sem hann kveikti meir í honum var bara meira það sem hann var búin að horfa og hann bara elskaði það, ég las þetta bók frábær bók, það er kannski brendur á hann, ég las hana 3 ár síðan, ég á hana heima ekki bara hvernig hann byrjaði, hvernig hann bara hann sjálfur ég skal koma að Hver skrifaði þessa bók? Hann sjálfur Býtu, er þetta talað cinema speculation? Held að sé hún eða er það önni, mann ekki en allavega Ég er ekki bara búin að skrifa 2 bækur? Bara 2, það er rétt Hann gerir Once Upon a Time in Hollywood Stephen King skrifa líka frábæra bók On Writing, ég er búin að já hana, hún er geggjubók En er það ekki talað cinema speculation sem tekur nokkur svona 70s myndir? Fyrirgjöf, ég er að tala hana Og hann flettar inn í svolítið líka æskuárin og svona Passar Geggjubók Unni Helga verður núna til, veitu Ég ætla að vinna ykkur vel henni Það Madrid núna Út af bara nóg að gera næstu 4 Hún er geggjuð En hann ákvað líka bara hann nefndi ekki að fara í kvikmyndaskóla hann tætti sér bara myndir og Það var skólinn hans Það var skólinn hans og hann byrjaði á þessu unga aldir og ég vil meina að ef þú hefur áhuga einhverju þá fleiti það þér áfram þú þarft ekki að fá 6 eða 5 háskólagráður til þess eins að síðan það hvað þau getur gert Nei, ég er sammála því en ég er bara að tala það er erfiðara þá fyrir ég er að segja, ef þú ætlar að komast inn í hana bransa þá verður að fara til reglum til að byrja með eða þú getur gert þessu Tarantino en það eru mjög fá tilvik eins og hjá honum og nákvæmlega, og í fyrsta skipti gerast það þannig í þessum bransa að hann notar í bara sem 3. 4. handriðshöfundur til að skrifa
myndasögur, Crimson Tide, þá kemur senan með Denzel Washington, Silver Surfer. Já, Silver Surfer passar og þá var það bara þannig, þá var hann ráðinn og það var líka oft þannig að sumir eru ráðnir bara í, heyrðu, þú ert svona comic relief guy eða ekki, eða hérna Þetta er script doctors. Script doctors, já. Þannig að þú sér núna með meiri stærri verkaðhóstunum eru fleiri heldur en einn höfundur. En bara til þess að svona klára þetta einhvern og þú kemur með góða punkta, þá held ég sé bara, ég held það núna að við séum vonandi að segla í betri tíma. Það er smá mannkynum er aðeins að aðlaga sig og bara líka bransinn líka og en ég held bara 1, 2, 3 bara skrifa bara svona mennskar sögur, mannlega sögur. Ástæður ég kem inn á þetta að ég er með kenningu, ég sagt hann í þessu podcasti og okkar byrjum til þig bæði að því þú hefur verið með að skrifa sjálfur búin að lesa fullt af handritum og er svo djúpt sokkin í bíómyndir almennt. Ég er með þá kenningu að það er rosalega að gera góða bíómynd ef það ekki gott handrit. Auðvitað getur alltaf að fengja eitthvað smá improvít og eitthvað svona, en beiningin þarf að vera til staðar, það þarf að vera svolítið solid mynd, solid saga, einhvers konar þema, eitthvað boðskapur og eitthvað. En þessi mín kenning er að því mér finnst bíómyndir á heildina litið, mér finnst ekki svo mjög gæði og voru fyrir einhverjum árum síðan, að þetta búið að breyta svo í dag. Í dag, ef þú ert góður handritshöfundur, þú getur gert sketsa á YouTube, það var ekki hægt í gamla dag. Þú getur ekki skrifað tölvuleiki. Tölvuleikir í dag eru rosalega stórir og margir af þeim bara svona interaktu bíómyndir. Og meiri business þar heldur en ekki bíóbransanum. Einmitt. Þannig að þú getur værið þangað. Þú getur farið í sjónvarp og þú getur gert geggjaða seríur. Það var ekki alveg raunin í gamla dag. Gæði á sjónvarpi hafa snarhækkað með að við í gamla dag. Ekki spurning. Eða þú getur gert bíómyndir. Þannig að þú hefur svo marga starfsvettfanga sem þú getur farið út í versus í gamla dag. Þannig að ég er að meina er að hæfileikaríka fólki er miklu dreifðar í dag, er mín kenning. Já. En þá líður fyrir á einhverjum þú veist, einhverstað lítur þetta detta niður. Af því við erum ekki með endalaust úrval af góðum handritshöfundum. Algjörlega, og það er ekki til margir 100 handritshöfundar á Íslandi, skilur ekki til margar. Þú kemur líka með góðan punkt, þú talar handritshöfund á hlutverk þeirra. Þá var ég að skjóta einu að hérna og ég hef aldrei skilið það. Ég auðvitað fagna því þegar maður fer á svo kvikmyndahátíðir og maður sér allar þessar verðlaunarafhendingar og allt þetta skilur eins og með verðlaunarafhendingar eins og bara þessum kvikmyndahátíðum og þeir sem stíða á sviðir er leikstjórn og framleiðandan auðvitað frábært að hafa leikstjórn og framleiðandan en því þú þarfst að hafa fjármagn til að gera þessa mynd en mér finnst að handritshöfundar eiga að fá meira kredit því að án kvikmyndar, án sögu, þú veist, án handrits er engin bíómynd. Mér finnst að handritshöfundar eiga að fá meira kredit og þeir eru að reynda að fá meira fyrir snúsin. Þetta alltaf var gott, segi gott, ekki kannski fyrir yðnaðinn en þurfti að gera þarna hlutverk, verkvall handritshöfunda og ég held að fyrsta handritshöfundur sem fekk alveg bara billjónir, Joe Esterhazy, auðvitað Basic Instinct, þarna byrjaði Legend og Shane Black líka og Shane Black, geggjar höfundar og það byrjaði alltaf með þeim eins og með Jim Carrey, 95-96 hann fekk hann að 20 miljóna tjekkan og svo voru þessi 2 handritshöfundar sem eru fá mikið fyrir sinn snúð. Ég held að Hollywood þurfi núna líka að gera sig grein fyrir mikilvægi bara handritshöfunda, hvort það er hún eða hann og já, ég held að handritið sé bara og við eigum að gefa handritshöfundum meira kredit heldur en þeir fá í dag, en þetta er vonandi að koma en við sjáum rauninu aldrei eins mikið andlit handritshöfundar eða það sem hvað hann gerir, hans hlutverk þú heyrir meira því sem þú veist, frábæra leikarana eða leikstjóra sigurinn eða sigur framleiðandans en handritshöfundar mega alveg fá meira kredit. Og þeir fá meira kredit í sjónvarpi. Eins og það er talað í sjónvarpi þá er handritshöfundur kóngurinn. Já. Í kvikmyndum þá er leikstjórinn kóngurinn. Rétt. Og þú sér það, ég meina svo Vince Gilligan. Já. Þú veist hvað það er. Algjörlega. Já. En þú kannski getur ekki nefnt með marga leikstjóra sem leikstjóru Breaking Bad. Nei. En þú veist hvernig Vince Gilligan er. Algjörlega. Og David Chase í Sopranos. Akkurat. Fullt af David Simon með Wire. Akkurat. Þannig að þú veist, með þetta lið í sjónvarpi að gera góða hluti, en maður spyr sig, ef þeir væri ekki þar, þá kannski verður að gera geggjaði bíómyndir. Algjörlega. Það er alltaf mikið svolítið eins og staðan í dag. Og klárlega gæði sjónvarpsþátta miklu, þú veist, wow. Miklu betri í dag. Miklu betri. Ég sástu þannig Night Manager, byggt á bók eftir Jean Le Carré, Susan Bier, danski
Leiksturinn gerði þættina með honum hérna Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. Nei, var þetta ekki Tom Hiddleston? Jú. Já, nei, ég sá það ekki. Ég sagði hann fyrir mig sem James Bond. En hann var gamall, hann var 40 plus. Já, ég vil ekki fá eitthvað sem er... Ok, hvern myndir þú vilja fá? Fyrir ekki nú aldrei að tala um eitthvað Með Bond? Já. Sem Bond? Já. Ég óþægt hann. Algjörlega það. Ég vil Ok. að liðið sem sér þetta í dag, sem ætla ekki brokkoli, Nei. þeir voru keft út. Er ekki hún Amy Pascal, já, ég heit hann eins, ég heit hann í LA 2001. Já, hún er hátt sett. Rosa, kona sem hún er búin að gera, ok? Hún líka hefur ekki alveg bara hókina reynslu, búin að vera í 1.000.000 ára því þessu bransa. Algjörlega. Hún er lengi á Sony. Einmitt, hún var alltaf, hún er alltaf hætt þar, hún komið bara núna, hún ekki yfir hjá, það Amazon eða MGM? Jú, og var alltaf líka sem ráðgjöf svona independent inn á milli, en þú veist þarna, já, þannig hún var alveg frábært að sjá svona executive konu á þessum tíma. Þetta er 2001 en síðan það hefur margt rundi sjávar síðan. Já, en hún er hún að vinna hjá Amazon? Af því að Amazon er alltaf með, það er eiga MGM. Já, þú veist veistu það, er hún hjá bara MGM? Hún er svona bara, ég er ekki alveg klár að það. Sko. En hún er eitthvað, hún er ekki lengur á Sony? Nei, hún er farið það. Og hérna, hún er alltaf á líka heiðun að, er ekki að fara með Spider-Man? Jú. Já, hún talandu Spider-Man, frábær mynd, sá hann daginn, allt, já, það er nú eitt sem er velgert hjá Marvel, fannst mér. Þarna getur tikið raugraðið maður. Bara framhald í næstu viku. Framhald í næstu viku. Með Bond, ég vil óþægt hann, ég vil að fólki sem það er mitt svar til því, þess að get ekki svarað þessu. Ég vil ekkert fá Tom Hardy, Henry Cavill. Þeir eru eins mikið í fíla Þeir eru búin að vera mikið í. Þeir eru bara gamli líka. Já, þeir eru gamli, þeir eru búin að vera ekki alltaf mörgur. Henry Cavill, já, hvað Stephen Knight heitir hann sem er handisönd. Stephen Knight, já. Sem gerir hérna Peaky Blinders. Já, Stephen Knight. En ég er stressað samt með þetta, af því ég er mikill Bondmaður. Það þarf að velja valið vel. Hver hefði trúið að Daniel Craig myndi gera það sem hann gerði? Hefur talað um markaðsdæmi, frábælega hvernig hann var kynntur til söguna. Blaðamenn voru við Thames ána, svo kom hann á hraðbátum hana. Þú veist að láfið hann þurfti að var Fisherman's Friends bara til þess að kæla þess aðeins niður, sko. En heldur að vera sama í vend með þegar næstu verið kynntur? Ég held ekki. Nei. Þú veist alveg hvernig, þú er búin að sjá mikið, alltaf þegar Bond var kynntur, það var stórmál. Já. Eða hver er Bond-gellan, stórmál. Hvaða hljómsveit að tónlistamæður að tónlistakona sér lagið, að stórmál. Algjörlega. Ég er ansi hræddur að þegar þessi Amazon mynd kemur út, að því mér finnst ekki gott að þeir hafa keypt MGM heldur. Ég get ekki verið með sammála á það sem er að gerast líka bara þess að okkar með þess að það veru inspired by characters, serjur Moneypenny og fleira. Þá ertu búin að... Þá ertu bara komin að Star Wars. Ég held að það ertu búin að blóðmjóska. Þetta er það hættulegast að þú ert að fleta þetta svo mikið út, þetta verður þinnsta pizza sem þú borðið. Það er svo leiðilegt að gera það. Ég veit það. Af því að alveg saman hvað fólki finnst um þessu Bondmyndir, brokkoli hélt við lautunum þetta. Brokkoli fjölskylda. Bara the estate. Já, ég er að segja það. Ég veit það. Ég er með smá hnút í mann. Ég líka, og eitt félag minn, hann er sagði það, hann er viss um það, að þetta verði þannig, að þið setja allt púður núna í fyrstu, og það verður okkur góð mynd, svo bara, ég er ansið þetta það. Og veistu það, með Villeneuve, að hann sé að fara að gera þessa mynd, ég trúi þegar hún kemur. Þá spyr ég, er hann eftir leiksturinn? Já, það getur ekki geggjað mynd, maður. Ég meina, gæinn gerir, ástæðan ég held það, ég meina, hann gerir Sicario, sem er sturluð. Tónlistin þar, Jóhann Jóhannsson og hún heldur Gunnar. Geggjað. Ég meina, geggjumynd. Nei, ég veist, að ég er að hugsa bara hvernig hann... Geggjaðmyndir. Það sem ég er alveg að hugsa með þessu, ástæðan ég nefndi Sicario, að það er smá hasar í henni. Og Dr. Blóðurhasar. Já, og góðurhasar. Já. Það er flott byssuatriðinni. Ekki for the sake of action. Nei, og hún er spennandi. Algjörlega. Og það vil ég sjá í Bond. Þetta var svolítið svona thrilling. Já. Og þegar það kemur að því að hann þarf að berjast ykkur að gæja, þá vil þessi töff. En veistu, hvers svona Daniel Craig var svona, sko allir þessir mismöndi James Bond leikara voru með sín ein séreinkenni. Daniel Craig, þá, eins og sér, það líður svo rosa langur tími frá P.S. Brosnan þá til hann tekur við, Daniel Craig. Vegna þess að í raun og veru það er 6 ár. Já, samt þeir hafa nota tíma vel, vegna þess að þeir hafa verið að horfa á einhverja Jason Bond myndi, vegna þess að í fyrsta skipti sér James Bond skrámuðan, en svo sást með, það var svo vel gert. Jason Bond, ég elska þessi bardaðatri hérna þegar hann býr til vopn úr bleitir dablóð, það hafa verið bara svona hart og slær, geggja vel gert.
og koreografan geggjuð og trúverðu koreografja. Mér finnst Casino Royale besta bónmyndin. Já, hún er líka, þú veist, sver sig í ætt við þessa gömlu, fannst mér einhvern veginn. Svona það er einhver tónn í henni. Mér fannst með Casino Royale, mér fannst þeir ná að nútíma veða bónd. Heldur Án þess er það astanlegt, án þess að missa hver kjarnin er í kartunum. Og ekki vera með of mikið af tólum og tækjum sem verið gadgets. Nei. Það þurfti ekki. Nei, það þurfti ekki. En þú er samt líka einhvern veginn, þú verður samt að hafa það bónd. Af því ef þetta bara orðið, eins og mér fannst, ég ætla ekki kannski að langt undir það, en eins og með Mission Impossible, mér fannst seinni myndin að vera orðna bara hasarmyndir. Af hverju er þetta Mission Impossible? Ég vil að það séu til dæmis með sniðug atriði, eins og Langley atriði í fyrstu myndri. Þetta er sniðugt atriði. Þannig að droppa niður. Þú er ekki séð þennan mynd. Eða bara Vatikanatriði í þriðju myndinni. Algjörlega. Allt það, grímudótið, þegar hann er á klósettinu, þau þurfa að kópera röddina, þetta er sniðugt, þetta er svona, vá, ég er ekki að sjá þetta í öllum hasamyndum. Mér fannst seinni myndin að vera pínu þannig. Ég er búin að sjá slagsmálatriðin á klósetti í öðrum myndum. Já, nákvæmlega. Þetta er náttúrulega að vera spæjara mynd. Já, en ekki, já, og ég meina svo Bond, hvernig ætlar að gera þá Bond, ok, þú veist, sleppa tækjum og eitthvað, hann er kvennabósi, hann drekkur, þú veist, ætlum við að taka það allt af karakterunum? Ekki gera það, please. Nei, þegar þú veist hvernig þetta er, ég meina breytti tímar og ég meina konur á bara slá konur hægri vinstri og skiluru. Sumar eldast mjög illa. Já, þegar maður er að bera, ef maður horfir á með glerugum nútímans, þá er mikið af þessu sem eldist illa, en það er líka ferðið bíómyndir, það fanga alltaf ákveðin tíðaranda í samfélaginu. En ef þú tekur allt þetta úr karakternum, ég veit ekki hvort þið sé að fara að gera það, en er það þá brorðin venjuleg njósnarmynd? Þá segi ég, hafið áfram Ian Fleming vörumerkið, ekki breyta því. Menn hafa líka verið að tala um að reboota golfmyndunar og þá er það, það bara, þú veist, kemur aftur endurvinnslan .is. Ekki, þú veist, ekki gera þetta, þú veist, til þess að bara vegna þess að ég skil vel, þú veist, það var líka að tala um einhvern tímann að kona ætti að vera Bond, sko. Með allar fyrir, hún getur verið frábær sidekick, en James Bond er maður, kallmaður. Og mér finnst líka shaken not stirred, mér finnst þetta ekki klísukent, halda þessu við, þú sér hann ekki drekka bláan kristall, sko, í klakka, þú veist, þannig þessi drekka bara vatn eins og við. Já, en vatnaræðislut, ég segi aqua vitae á latínu, vatn sannleikans, það er ekki spurning, en nei, sko, við þurfum líka að teikna hennan heim sem við, sko, rosalega óstöður heimur, en þá flóknari, óvinnurinn, við þekkjum ekki óvinni því hann er ósynlegur. Við veitum, þetta er ekki sem setni eða fyrir heimstöldin, þú veist, þjóðarnir voru vondagarnir og bla bla bla, þú sér þetta ekki lengur í dag. Í dag er þetta, fyrir ekki, hryðverka, samtök, hryðverk, sprenging í lítið tösku sem getur sprengt heilt bara hverfi, þú veist, þetta er ósynlegt, við erum að nota dróna, við erum að nota nútíma tækni, það verður kannski bara cyborgar sem verða bara hermenn framtíðarinnar, en þú veist, við þurfum samt að reyna að kjarna James Bond þannig að við getum poppað hann upp en ekki taka þessi einkenni bara eða þetta vörum ekki á honum sem Ian Fleming skapaði. Því spurningin er kannski hversu mikið getur tekið af kartinum þar hann hætti bara að vera kartinu ef þú skilur hvað við. Ég bara velti þessu fyrir mér, ég veit ekki hvernig það verður næsta mynd. Ég er mjög spenntur, ég held að þarna sé ég líka handritið 1, 2, 3, skiptir miklu máli, ég held að þeir eru núna mjög líklega að ég held að það er rétt verið, þetta verður leikar sem hefur ekki leikið mörgum kvikmyndum með sjónvarpsþáttum, þeir vilja leyfa mótan aðeins, já hann fullorðnist líki í þetta hlutverk og eldist með og leiki allavega, ef allt gengur óskum, leiki allavega 5 James Bond myndum, þá annar tekur við, eða hann sem sagt, afhendir kefli til nýsleikara, skiptir rosa miklu máli. Ég held að sé handrit og Denis Villeneuve reyndar er líka búin að kaupa réttin af bók sem ég las rosa fjallar þriðju heimsstyrjöldina. Ok. Nuclear, ég man ekki hvað og hann er búin að kaupa bíóréttin henni. Ég las þessa bók í hittifyrra og ég vekk svona... Hvað er þetta bóki? Ég vissi ekki bara eftir þáttinn, ég skal senda þetta. Mástu hvað að skrifa það? Já, það er bandarskur höfundur, hún er kvennhöfundur, hún er búin að vinna, hún þekkir dálítið vel til, hún er... Er þetta Annie Jacobs? Er þetta A Nuclear War a Scenario? Já, ég er að tala um hana. Ertu búin að lesa hana? Ég er búin að lesa hana. Gekkju. Hvernig fannst þér? Gekkju.
Þú veist, ok, ég skal viðurkenna, sumir segja, út eftir að kaupa þetta, Kristján, menna, ertu að vonast eftir þriðju? Nei, Nei, þú veist, sko, en við getum verið hársbreytt frá ég er að segja að það er svo lítið til, Já, að það var bara game over. Er ekki gott að lesa bara til þess að segja bara, þú veist, erum við ekkert að læra? En ég þarf samt ekki bíómynd, Nei. af því að mér finnst bókin skila sínu. Mér fannst hún alveg, já, hvernig varst þetta á World War Z, hérna með Brad Pitt, hérna, World War Z, hvernig varst þetta hún þegar lest hann sínum tíma? Ég las hann ekki. Nei. En ég svo myndina... Það er ég að segja, sko, ég las bókina með svona rosar hrifin að henni. Þegar ég gerði myndina, fór náttúrulega yfir kostnaðaráætlun með myndina, mér fannst hún geggjuð þessi mynd og flott og þau endurskjótana og bættu við 50 milljónum í endurskot og svo eitt, þeir þorðu ekki að minnast á Kína, það var Suður-Kórea. Það er Kína í bókinni en ekki myndinni, þeir hafa verið hræddir við að styggja risan þar sko og marka, þú veist, innkoma á þegar eins og Spider-Man og líka The Odyssey sem var sýnd í Kína 2-3 vikum eftir frumsýningu myndarinnar í LA og Evrópu og í heiminum og svo bara Kína bara, þú veist, munar tökku Þetta er hellingspeningur. Getur ímyndið, þetta er ekki smá þjóð. Svo Indland náttúrulega, Indverðir eru fjölmennari. Já, einmitt. Er það mikil bíóþjóð? Ég þekki það ekki. Kynverðar. Nei, Indverðar er rosa, minna Bollywood dæmi er náttúrulega... Já, auðvitað. En það er náttúrulega þeirra svolítið dæmi. En ég er að tala um erlendamyndir, eins og banderskar, gengur þeim vel í Indlandi. Ég þekki það ekki. Nei, ég held að sé að lokalmyndina gangi betur. Já, því þær vera stórar. Já, þess að finnir maður horfir á Bollywood-myndin, það var mikið dans og svona, það má alla sjást í brjóstskóru og þú veist, það má ekkert kynlíf náttúrulega í þáttunum og svo horfum við myndir frá Pakistan og það er þess að barnamyndir svo frábærar að gæinn stoppar hérna og þú bara hann bara fer tilbaka og hann bara kýldur en þá heyrir ekki smellið sko. Það er tóltið fint að sjá þetta, berða saman. Herðu, við ætlum að Kristóf, við ætlum að fara að slúta þessu bráðum. Þetta er bara því að ekki að því að mér leiðist, að því að ég er að renna tíma. Þetta er búin að gegja, við erum búin að næst í 2,5. Hugsaðir. En svona aðeins í lokin, þá langar maður að koma inn á eitt sem við erum búin að nefna smá hérna. Það er samvættu við AI, gervigreind. Að því að hún mun hafa gríðarlega áhrif á kvikmyndiðnaðinn eins og fleiri starfstéttir. En hvernig sér þú fyrir þér þá framtíðina? Ég meina, erum við að fara að sjá að það mun koma ekkert sem bara alveg full-blown AI mynd, bara gerð það af AI, sem er persónulega alveg svo óspennandi að hálfa nú. En hvernig sér þú þetta fyrir þér? Erum við að fara að sjá handrit skrifa af AI? Erum við að fara að sjá marga handritstönd að missa vinnuna? Þeir sem eru í tæknibrallabransunum, við getum ímyndað hvað AI getur gert þar. Finnst þetta, er þetta jákvætt? Er þetta spennandi? Ef ekki segja bara, þú veist, það verður frálega að fylgjast með, en það náttúrulega ofgnótt af núna AI fyrirtækjum, menn er að tala um að eins og Bandaríkjamenn leggja mikla áherslu á bara, sem sagt, á þennan AI iðnað, en það er líka, getur verið að verði sprenging þar og það verða, sem sagt, uppsagnir og fleira og það gengur ekki alveg allt saman upp. Ég held að verði aldrei, hvað getur myndið sem Val Kilmer var eiginlega bætt þarna þessi nýja hérna nýja presturinn hérna, já, það er bara fjölskyldan ég veit ekki hvað hann heitir nei, þessi fjölskyld gaf leyfi fyrir þessu en ok, góð spurning, ég held að það mun ekkert koma í staðin fyrir svo skilur þú heyrir það kannski er þetta barnaskapur í mér, ég heyri alveg þegar ég er að horfa á auglýsingu, en hlusta á auglýsingu eða tónlist, ég bara, þetta er ekki þetta er AI, það er einhver rödd þarna sem maður heyrir stundum er þetta svo vel gert og maður sér ekki munin. Ég held að við skulum sjá til, hvort að verði núna búin til kjarnaslokur besta AI myndin. Og íbalast. Þetta verður svo ómenns sem frekast getur verið. Finnst þið spennandi að sálarlaust fyrirbæri sé að fara að framlega list? Ég segi sálarlaust og andlaust. Ég er að segja algjörlega. Engin tenging. Manns andin bara heldur áfram og verður fingrafar bara þetta á að vera mennst handrit bara verður skrifað mannsku, það mun sko AI mun ekki geta þú veist, þú getur tekið það besta hrært í þessu öll saman og það er ótrúlega, menn þú hlustar á ok, þú ert á Spotify og fyrir mörgum árum byrja að horfa á Spotify og allt er bara svona, ég er með ákveðna tegund ég er mjög alæta tónlist ég bara, goth get ég ekki hlusta á það er eina, kannski sem ég get ekki hlusta á það þyrfti að vera búin að fá mig kókaín og sveppi til þess að detta inn í þangi sko. en þú veist, svo finnur algoritman, hann finnur bara Kristóf Vimar,
megum við suggesta, megum við leggja til þetta og í flestum tilvikum já takk, þetta hjálpa mér og já, heyrðu, þetta er alveg rétt, ég fíla þetta en auðvitað það bara undir lokdags í lokdags það bara þín það getur enginn yfirtekið hljóma ég eins og einhver predikari þína sál praise the Lord segi bara, það getur enginn en auðvitað þetta verður eitthvað sem við þurfum að lifa með og verður eitthvað sem við tökum alltaf út og vinnum úr en þetta er óumflýjanlegt eins og George Lucas sagði fyrir stuttu alveg sagði hvað finnst þetta það er enginn að stoppa þetta þú stoppar ekki, þetta rennur en spurningin eftir hrifin af þessu þú persónlega langaði að sjá bíómynd nei, okay, ef þú spyrir mig beint það er rosa margir, líka í mínu fyrrverandi starfi, þá vorum margir að tilenga sér þú veist AI, ég er bara þannig gerður og tekur lengri tíma ég skrifa minn eigin texta alltaf sjálfur og ég mun gera það til dauðadags það verður ekki eitthvað þetta er smitað af Kristoff joke, nei þetta verður bara ég sem að skrifa þetta og ég stend við það og mun alltaf sem ég tek að mig núna all framtíðaverkefni hvort sem ég verið að vinna núna hérna heim og ellendist og allt svona bara skrif, kynningar, markasetning og allt þetta pitch og allt saman það verður bara ég sjálf, ég ætla ekki að með allir vinning fyrir AI, ég nota bara það sem ég kann og get og það er bara eins og með þig líka við verum alltaf betur og betur í því sem við verum að gera og haltu því bara áfram það getur enginn tekið það þér og bara haltu bara áfram að gera þitt staf og nota það bara, þú veist, nota þína eigin rödd, undir lokin langar maður að segja eitt já, komdu með það á svo gaman að geggja spjall með þegar þið voru að gera upp ári þú Ásgeir Kolbeins já, takk fyrir það og hann er yndislegur og mikil pælari en ég þarf bara aðeins að leiða þetta hann sagði að það kemur ekkert nýtt svona frá þessum eldri hljómsveitin þá allir bara í beinnesku Rolling Stones það var geggjalega In the Stars frá í mæ það var gefið út í mæ núna þess ári geggjastöf og endilega Ásgeir Kolbeins hlusta á þetta lag In the Stars að ég get lofaði því að þú verður komin á dansgólfi bara eftir eina mínútu sko. Þannig að hann fór ekki mér í rétt mál? Ekki alveg þarna, en þú veist, þetta er klálega auðvitað, þessi gömlu bönd lifa á að bara flytja gamla tónlist og remixa þetta og fara að svo túra, en Rolling Stones var að gefa út hana geggja nýja plötu núna í mæ og ég er ekki á prósinu á Rolling Stones, mitt jakkar hringir ekki því miður annars var ég komin í helgaverð til Lundona og ég getur fengið allar þessu utanlandsferðir nákvæmlega sko, en það er bara, þú veist, þetta In the Stars er geggjað, reyndar taldum AI, ef þú horfir þegar bara einhvern tímann í dag við veist í stöðum í Guði, hlusta á lagið In the Stars In the Stars ég fíla Stones In the Stars, en sjáðu myndbandi þá bara, ansvars hvað Kristóf að segja með gerfugrindina þá er gerfugrindin þar, þá er Mick Jagger bara ungur hann er bara hann er gerður yngri hann er enhansaður og Keith Richards og allt svona, en lagið er ekki sama að gerfugrind, heldur þeim strákanum einhvern tímann yfir morgunmat einhvers staðar í New York fyrir nokkrum mánuðum síðan, en allavega þessi plata Rolling Stones, Foreign Tongues geggjastöf og In the Stars er geggjalag og bara talandum áður það sem ég var að segja með jákvæðinu og þú veist, ég bara get sagt ykkur það, hlustundu góður In the Stars og Jump með Van Halen, hlusta þetta á mótnana þetta bara, þú ert tilbúin í allan daginn sko. Þetta kemur í gýrin, Kristóf, síðasta spurning ég á stundu svo erfitt með að vera að spjalla við einhvern áhugaðan gest, þá er svo erfitt með að hætta loka spjallinu, loka spurning hvaða mynd er þú spenntast að sjá sem á eftir að koma núna á árinu? Þú mátt velja eina þú mátt ekki segja Dune og Doomsday til dæmis Digger er númer 1 hjá þér. Yes, með Tom Cruise. Ég held að hann eigi eftir að koma á orð, ég elskan hann mexikanska leikstjóra, Amenos Perros, það hann á 2001. Já. Geggja tónlist líka þar, fyrir ég sé alltaf tónlist. Sko tónlist hefur líka mikið með sögun að gera. Þú mátt ekki velja tónlistina bara fyrir þar sakir að vera með tónlist. Tónlistin hluti á sögunni. Og þú velur rétt á tónlist og rétt á augnablikið sem nú beitur tónlistinni við þetta atriði í myndinni. Þá er það ennþá punktinu verið magnar upp áhrifin. Þannig að svarið er Digger. Digger, og ég held að Tom Cruise eftir að koma það mikið á ávart, hann er búinn að sína með Mission Impossible. Hann getur stokkjuflugvél og... Já, hann skætaði var í ammali mitt bara eftir nokkur ára og alltaf að fyrir létt með það þó hann sé hann 68 ára gamall, hann er 64, hann er eina ára heldur en ég, en hann er frábær karakterdrifin leikar og ég held að hann vilji sína enn og aftur, hann hefur leikið fullt af myndum áður sem við eru stundum bara gleymum. Ég held að þetta koma okkur ekki á óvart. Nei, við vitum alveg við hvað myndi við... Við munum að leta honum í gamla dag. Algjörlega, Born the 4th of July.
Já, fleiri myndir. já, ég fór að hugsa, það titillinn, hún ekki það lengri titill. Nei, en þú veist, Ég meina Firm, Into the Vampire, algjörlega geggja. allt þetta 90s stótt, Ice White Shut, og Magnolia, frábær við það. hefum ekki glemt Magnolia, Já. en svo líka eins og bara Tropic Thunder. Heyrðu, hann var óþekkjalur, og heyrðu, eitt sem hann líka að segja, stundum líka, þó hann sinna, hann ekki gamanmyndaleikari, en gamanmyndaleikari er líka frábæri skapgerðarleikarar. Talandum svona gamanleikari sem að taka þessu svona meira alveg stöf. En Digger, ég horfði á trailerinn fyrir, ég sá teaser fyrst, ég kom með plakat sem ætla að fá innræma inn í Svartmörviki, ég veit ekki hvort það veki mikla hrifningu á konni, ég ætla að reyna að semja við hana. Já. En ég sá trailerinn daginn og ég sá fyrst teaserinn eða kitluna og svo sá ég fullmótaðan trailer og það er eitthvað sem segir mér að hann á skilið að fá Golden Globe tilnefningu og Oscarsverðlauna tilnefningu og þetta er nú Dr. Strangelove meets Mission Impossible á síru og Ég er spenntur. ég held að þetta verður geggjastof, ég get ekki beðið eftir þessari mynd Nei. og ég er rosalega spenntur fyrir þessari mynd og það er eiginlega myndir sem ég býð spenntastur eftir. Ég bjó til hana handrið sko, en við höfum ekki tíma þá er þetta eins og Stríð og friður eftir Leo Tolstoy, bara extended Og version. þá kemist mín kona ekki í vinnuna. Nei, nákvæmlega, heyrðu, og konundar við erum að gera allt fyrir konuna. Við erum ekki alltaf konuna. En þú bara kemur aftur, Kristoff, við tækjafæri. Bara mín er þið ánægðan og takk fyrir að bjóða mér þetta spjalla. Þetta er búið að vera rosalega gaman að spjalla þig. Já, sömuleiðis Mér finnst bara að ég er búin að eignast nýja vin, sko. Já. Þetta kom í bíó á morgun. Bara Ætli við tökum ekki bara Doomsday saman, tjöldum saman að þá. Tjöldum saman, ekki til einna nætur. Það er bara í gallanum og heldum á Já, þetta verður geggjað og þetta verður æðislegt bíó ár, þetta verður betra bíó ár heldur en verið í fyrra og svo verðum bara að halda í vonina því að Verðum að gera það. Það er allt hægt ef við viljum fyrir hendi og bara jákvæðinni 1, 2 og 3. Takk fyrir. Við endum að þessu, Kristoff, jákvæðinni 1, 2 og 3. Takk hjá alveg komin. Takk, sömuleiðis. Takk fyrir spjallið.